Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og pipardutti. Pipardutti klárlega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klárlega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í dessert. Sambíóna reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Eiríksvöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Eiríksvöll klárlega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með að versla við þessu frábæra fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgið mig þar. En nú styttist í frumsýningu á Leynilöggunni. Já. Ég svo spenntur að sjá hana. Þessi þáttur verður sýndur, eða sérst gefin út, 20. október. Ok. Ertu spennt eða stressuð? Ég bara ógeðslega spennt. Ég svo ógeðslega spennt að Íslendingar fá að sjá þetta, af því ég veit að þeir eftir að elska þetta. Já, þú ert alveg viss um það. Ég bara 100% af því. Það bara gersamlega. Þannig að þú ert ánægð með þessa mynd, væntanlega. Ég rosalega ánægð með þessa mynd. Okay. Ég sá hana bara í fyrsta skipti þegar það var í raun heimsfrumsýning þarna í Locarno. Hana í byrjun ágúst. Og sem maður vissi bara einhvern veginn ekkert. Ég vissi þetta yrði gott. Ég bara einhvern veginn treysti Hannesi og þetta svo flott fólk í kringum þetta. Þú veist, ég vissi þetta yrði skemmtilegt, pottet. En, veistu það, ég gerði mér ekki, ég verði að vikina, ég vissi ekki að þetta er svona skemmtilegt og gott, sko. Ég bara svona, þetta kom mér kannski smá pínupons og óvart, en ég var alveg að búast við mikil skemmtun og miklu gamani, sko. Þú ert að hæpa mig alveg vel upp. Nei, veistu, ég er ekki að grínast. Og svo líka, sko, það sem er svo geðveikt skemmtilegt við þetta, það sem ég elska við þessa mynd, og það sem ég held að sé líka, ástæðan fyrir hún er líka veka virkilega mikla athygli og þannig að fólk sér alveg hvernig myndið þetta er low budget og þetta er grín og gaman en hérna þetta er þetta konsept sem að ég og þú til dæmis ólust upp við, þú veist, þessar bíómyndir, þessar hasarmyndir, þessi eitraða kallmennska, þessi allt þetta, skilur Bruce Willis, þú veist, back in the days að það er bara nákvæmlega þetta form og það eru allir þessi svona stereotypu karakter þarna, en síðan kemstu svona að því að þú veist, þetta er ekki bara stereotypu karakterar, heldur erum við að vinna með líka mjög mikið bara minnihlutahópa. Þannig að þú ert að sjá stereotypu karakterana, þá er í rauninni hver veit karakter hluta minnihlutahóp. Þannig að það er svo beautiful við þetta. Já, ég skilji. Það er svona, á yfirborðinu virkar þetta eins og þetta sé bara svona basic, en það er kannski aðeins meira bakvið. Mikið meira bakvið. Og þetta er svo frábært form til þess að brjóta niður staðalímyndir og allt það sem við erum að reyna að gera í dag. Að þetta er, eins og sé, rammin er það sem við þekkjum og mótað okkur í rauninni, þú veist, hafði þessi áhrif á okkur, en svo er verið að taka þetta og gjörsamlega brjóta það niður. Þannig að þetta er bara brilljant. Já, ég er alveg, bara eins og segi, ég er hrikalega spenntur. Líka þetta er aðeins öðruvísi. Þetta er það. Þetta er ekki svolítið svona klassíska íslenska myndin. Alls ekki. Með hasar og grín. Guð, og ég er svo ánægð að því ég held sko að ég syns að kvikmyndageiranum á Íslandi hefur örugglega oft komið upp löngun í að gera alls konar svona bíó. Ég held að sé náttúrulega bara svolítið hræðsla og peningar svolítið stjórni ferðinni. Þannig ég fagna þessu mjög mikið þar sem að þetta er my kind of bíó, sko. Sammála. Ég vil fá svona geiramyndir í mitt. Hasar, hrylling, sci-fi, grín. Sammála. Og það er búið að vera svona erfitt virðist þér á Íslandi að gera svona myndir. Já, eins og ég held að þetta sé bara eitthvað svona hræðsla og peningar svolítið stjórna ferðinni sem að ég skil ótrúlega vel. Það er náttúrulega mikið í húfi og það er ekki grín að gera bíó. Þannig að og svo, þú veist, já, ég meina, einn gerir svona bíó, hún gengur gett vel og áfram gakk, skilur, þetta er bara búið að vera eitthvað svona munstur. Þannig að ég fagna þessu mjög mikið. Ég vona að þetta brjóti þetta svolítið upp. Eins mynd, önnur mynd sem að ég líka leika í sem að ég er eitt af aðalkarakterunum sem heitir It Hatched, sem að er íslensk bíómynd, hryllingsmynd og í rauninni svört komedía. Er hún komin út? Það er heimsfrumsýning núna, ég man ekki nákvæmlega hvenær það er, hvort þetta sé 22. október, það er sérst í Texas, Austin. Já, hún er bara að fara að detta í gang? Já. Ok, ég er nefnilega að sá á netinu að þú er búin að leika í þessari mynd. Já. Er ekki svolítið síðan á 2009?
eða hvað? Við byrjum í tökum 2015. Það svolítið síðan. Það svolítið síðan. Enda líka eins og segi, mótlæti svolítið þarna. Það þú veist, þetta ekkert eitthvað sem að fólk vil veðja á, fólk hrætt við þetta. Þetta öðruvísi, hún mjög mikið á ensku. En samt íslensk bíómynd. Þetta íslensk bíómynd og bara íslenski leikarar. Og þú ert í aðalhlutverki þar? Já, ég og Gunnar Kristinsson sem var hérna á móti mér. Og það hljómar svolítið spennandi. Bara nafnið It Hats tók ég til í það. Já, þetta nefnilega... Er þetta eitthvað viðbjöður? Þetta sjálfsögur smá viðbjöður. Við getum sagt að þetta svona óður til gömlu hryllingsmyndana. Þú veist, við erum að tala 70s, 80s stíl. Já. Svona þessi feelingur. Þannig að það ýktuleikur, þú veist, það svona alls konar, ég vil að vinna með alveg, sko, ekki bara þessi element, þetta líka alveg yfir í bara svona Scooby-Doo og það sérst með þess að pína á mínum karakter, sko, þú veist, þetta eitthvað slapstick, eitthvað svoleiðis? Já, það allt, þetta er mellow, það mjög mikið undirliggjandi, þetta ekki alls ekki slapstick, en það húmor og þetta ýkt og ýkti karakterar og Nú ennþá spenntari. Já, þetta, þú veist, býtu bara, sko. Ég mjög spennt að sjá hvað landin. Þessi mynd var náttúrulega ekki stílin á íslenska markvað. Ég veit ekki hvernig Íslendingar myndi taka þessu. En ég held að það séu bara ógeðslega margir hérna bara verða mjög fegnir að fá þetta líka inn í flóruna, sko. Man vill fá eitthvað svona ferskt, eitthvað nýtt og maður finni fyrir því að fólk sé að taka ykkur að sjensa. Nefnilega, sko. Ég rosalega mikið þar og eins og segi bara fagna þessari vonandi einhverju hreyfingu, vonandi verður þetta eitthvað sem hefur bara áhrif þannig að við fáum meiri flóru inn í þetta. Við erum búin að vera svolítið bara í einhverjum blágráum realisma að drepast. Já, einhverju þunglindir, alkohólistar eða eitthvað og maður bara svona... Já, allt þetta. Jú, svoleiðis myndir eiga, sína aðdandur og allt það. En mér finnst skemmtilega að fara í bíó og svona skemmta mér. Ég nefnilega mjög mikið sammála því og ég líka bara, það er búið alls konar drama í mínu lífi og bara realismi, it's all around me, skilur, it's my life. Mér langar rosalega mikið að sjá eitthvað allt annað en það. Já, á hvítatjaldinu. Á hvítatjaldinu, eða heimihamur, eða whatever, skilur, bara eitthvað sem kemur mér eitthvað annað, eitthvað svona. En ég held að þetta bara gott fyrir Íslendingar. Við erum að díla við mikla fíkn yfir höfuð sem samfélag, við erum að díla við mikið þunglindi, við erum með, þú veist, það þessi grái raunveruleiki stundum hangandi yfir okkur bara út frá náttúrunni, þetta myrkur og allt það. Alltaf dæmt í það? Algjörlega, þannig að þú veist, við erum búin að tjá okkur mjög mikið um það. Nú skulum við bara fara að tjá okkur um eitthvað annað og skemmtilegt sem að kannski ekki alveg akkurat þessi gráður í arsmi. Það alltaf að gleyma stundum mitt, myrkrinu og þunglindinu og svo leiðis og bara fara í bíó og skemmta sér. Algjörlega. En með leinlöguna, af því að ég svo trailerinn, upprunnatrailerinn fyrir 10 árum. Já. Manstu eftir þegar þú sást hann? Þú veist, ég vissi ekkert af þessum trailer, sko. Nú, þú vissir já. Mikið hugmynd. Og svo mitt var með það, hérna, þú veist, þetta hugmyndin, sko. Og ég bara, já, nice. En ógeðslega gaman að sjá þetta, þú veist. Þá mænti alveg að horfa á gamla trailer. Að sjálfsögðu. Og hvernig fannst það? Bara geggjaður, ég hugsaði bara, yes, geggjað, ég að fara út í eitthvað svona geðveitt skemmtilegt. Maður fattaði náttúrulega strax konceptið og þetta bara ógeðslega skemmtilegt, sko. Ég bara sá hana trailer á sínum tíma og ég hugsaði með mér bara hey, gerið þessa mynd. Já. Við þurfum svona mynd. Já. Og ég var búin að gefa upp alla von. Það liði alltaf bara þessi 10 ár. Svo alltaf sé ég í trailer og heyra þeir að gera þessa mynd. Ég var svo glaður. Alveg bara innilega glaður. Já, ég trúi því vel. Að ég sé eitthvað byssur og það eru sprengingar og eitthvað, hann leikur eitthvað ýkta löggutýpu og greinlegt að það ástríð í þessu verkefni. Mjög mikil, sko. Og fólk virðist ekki vera að taka sig of alvarlega. Alls ekki nefnilega. Og það líka það sem kannski líka hluta þessu, þú veist, eins og maður skilur það svo vel, það mikið í húfi og fólk auðvitað að taka svo mjög alvarlega. En, þú veist, þegar maður bíó sem ég elska, þú veist, það þú veist, þú sérð mistökin, þetta svolítið gróft, þú veist, það bara, skilur einhvern veginn, ég veit ekki, finnst það ekki þurfa að vera svona heilagt. Og einmitt líka bara yfir höfuð fólki sjálft ekki að taka svo alvarlega og það var svo gaman að vinna með þessu fólki og við erum bara eins og hann Steindi sagði daginn og Öddi að þetta bara orðið eins og einstór fjölskylda bara einhvern veginn bara krúið og kastið já, bara rosalega mikið sko þetta búið að vera svo mikil gleði. En hvernig endar þú í þessari mynd? Þú sást ekki trailinu uppræðanlega. Nei. Fréttur, ertu með umboðsmann, hvernig virkar svona, heyrðu af þessu? Ég reyndar ekki komið umboðsmann ennþá, ég ennþá að vinna í því. Já, ég sem sagt,
já, þú veist, bara hvernig get ég orðað það, þú veist, fólk vissi svolítið af mér á þessum tíma, þú veist, ég er náttúrulega búin að vera einna núna í svolítið tíma, búin að vera svona hér og þar og hérna, ég hafði unnið með Hannesi áður. Já, þannig að þið þekktust eitthvað? Já, við þekktumst, þú veist, þannig séð, skilurðu, bara, ég hafði verið að vinna þarna í Gils þáttunum sem hann var að gera þarna fyrir löngu síðan, hann var með eitthvað hlutverk þar og þegar ég fer í kast fyrir þetta, þá veit ég að við erum hann einhverjum nokkrar, en svo segir Hannes við mig að hérna, hann hafði alveg haft mig í huga, bara, þú veist, ég held ég hafi bara þetta svona bitch look það má alveg tala hreinskilið það og það er alveg eitt af mínu, þú veist ég hef þetta bitch look og hérna, hann var alveg bara búin að muna það síðan að við erum að segja, já, þessi væri frábær þarna og sem var rétt hjá honum, ég er mjög góð þarna, sko, meðal annars Þú leikur vondakonu elskar leika vond fólk, það er best, það er skemmtilegast. Er það ekki skemmtilegast? Það er svo langskemmtilegast. Það segja það allir leikarar? Það er bara langbest. Af hverju er það svo skemmtilegt? Að þetta er bara fólk sem oft er einhvern veginn bara, þú veist, skrautlegra kannski, svona til að segja bara einu orði og er að díla alls konar skít sem að áhrifin færi að sjá það út á við og þú veist, þetta er einhvern veginn. Og það fyrir kannski ekki eins mikið í einhvern svona kassa eins og góða karakterar? Þú veist, já. Gera ýmislegt sem að góða karakter mætti ekki gera. Já. Kannski er það líka bara fyrir fólk, af því að flest fólk er nú bara gott fólk. Það færa útrás fyrir aðeins að vera pínu badass. Já, nákvæmlega. Af því að þú séu með eitthvað bitch look. Ég er ekki alltaf sammála. Jó, pínu. Þú sérði þetta. En ég hafði sambandið, viltu fá þig þáttinn? Ég myndi alltaf að vera, hún er svo mikið bitch look, ég ætla að fá hann í þáttinn. Nei, ég sá í trailerunum og ég hugsaði mér, hver er þetta? Þessi virka cool. Og svona badass karakter og er ekki með eitthvað grímur líka. Jú, þetta er alveg. Við erum gerð svo svöl. Já. Og ég ætlaði mitt bara að nýta tækifæri og þakka henni Flóru sminku sem er snillingur. Af því að hún hafði alveg stóran hluti að skapa í rauninni bara, hún alltaf skapaði bara þetta look. Og það er svo gaman þegar maður er leikari, þegar maður, þú veist, maður er náttúrulega umkringdu fólki sem er einhvern veginn að líka byggja upp hennan karakter. Það er ekki bara ég sjálf sem mæti og bara, hér er ég ætla að gera svona. Samvinna. Algjörlega, allarleið. Og hérna þannig að Hannes og í rauninni Flóra voru þarna svolítið bara að setja ramman og svo bara fylgti ég inn í svolítið. En voru þau með þá, eða kannski Hannes, var hann með fyrirfram ákveð eitthvað svona look, bara þessi karakter er svolítið svona? Já, ég held að hann hafi algjörlega verið með það, sko. Það sem að, þú veist, ég náttúrulega mæti bara sem leikari og það er bara strax komin ákveðin look, ákveðin föt sem er að máta, þú veist, svo er að senda hann, þú veist, fílar þetta, og þetta er allt pínu svona dark og eitthvað svona, þú veist, töff og pínu svona cat lady-like, eitthvað svona dæmi sem er náttúrulega bara klísjón. Er það alltaf skemmtilegt? Ég elska klísjur. Bara klísjur er eitt af það skemmtilegasta fyrst mér, sko, persónulega. Já, sammála. Það er svona vissu markið þetta. Algjörlega, já. Það var að vera vel gert. Já. En eins og með það, eins og fötunum sem fyrir karakterinn, ég oft velta þessu fyrir mér. Það er leikar að fá eitthvað svona búning eða bara, þetta er liðið ekki svo þú verið í, eða gallabuxur eða eitthvað. Þegar þú fer síðan í þessu föt, fyrst þú að finna svona eitthvað, ok, núna er ég svolítið svona karakterinn. Algjörlega. Já, okay, við leiðum mér alveg að fara þangað og er bara svo lítið barn alveg þarna bara, við leiðum að fara alla leið með það, bara að fíla mig geðvikt og bara oh my god og bara, ég byrja að labba öðruvísi og ég bara byrja að fíla mig geðvikt mikið, en svo líka bara í þessu ferli, það var svo hérna einhvern veginn, mér fannst auðvelt að komast í hennan karakter, eins og ég segi, með þessu flottu fólki í kringegna sem setur hann að ramma svolítið fyrir mann, en svo líka bara í ferlinu þegar þú ert að æfa þessu svona slagsmálatrið og eitthvað og þú veist, ég byrjaði bara strax að fíla mig bara geðveitt mikið þarna, bara með einhverja brynju og Egill þarna á kantinum að henda manni til og frá eitthvað og þú veist, maður var bara, þetta var bara geggjað, ég var strax komin í karakter. Já, bara strax, það var ekki erfitt fyrir þig? Það var ekki erfitt fyrir mig. En eins og með það, því í trailinu þá sér maður að þið eru með einhverja byssur og allan pakkan. Fórið eitthvað svona þjálfun eða eitthvað slíkt í sambandi við vopnaburð? Já, sko, það er náttúrulega fólk á staðnum sem að kann sitt fag hérna. Jón Viðar til dæmis var eiginlega helsti aðilinn sem að var að sjá að þjálfa okkur í þessu, bara svona enda lúki vel, þannig að við erum að halda rétt á byssunum, við erum að gera allt, við erum að slást, þannig að þetta lúki bara basically real, hann var ótrúlega klár í því, hann var hérna með sitt teimi með sér. Hann er líka fyrirrennandi lögreglumæður, ég nokkuð vissu það einmitt.
Svona bardagagæi. Já, maður fekk að heyra ykkur að sögur að setti þar sem maður var í þjálfun fyrir ykkur svona sérsveita dót og þú veist, guðmengóður, sko, þetta er alveg ég var alveg til að setjast niður meira með þessum manni og bara tala alls konar, sko. Mér langar einmitt að hitta hann, ekki? Já. Af því hann er svona stöndgæi og einmitt með slagsmálatri eða eitthvað svona vopnadót. Já, og hérna, eins og segi, kynntist honum bara hérna í kringu þessa vinnu og bara ótrúlega áhugavert að kynnast honum. Mæli með því, fá hann líka. Var það skemmtilegt að vera með svona byssur og vera bara svona eitthvað töffari? Já. Ef ég var leikari, þá var þetta sem ég myndi byggja bara strax. Bara geti ég að leika einhverju sem með einhverjum byss. Nei, ég sagði líka, ég sagði þetta nokkur sem hún setti, bara getur vinna mín bara alltaf verið svona. Bara nóga ofbeldi, nóga blóði, nóga töffaraskap, byssur, bara yes, ég geti verið þarna allan daginn, sko. Það er svo skemmtilegt. Það er það, sko. Það er eitthvað við, eins og þú talar um á hann og fólk er kannski gott og fara að leika vondýpuna þegar það er ekkert svoleiðis í raunverulega lífinu. Eins með byssur og bergi eitthvað svona, flestir er ekki að gera þetta í alvörunni. En ég get ímyndið mér að fá eitthvað svona útrás. Já, maður gerir það. Æ. Jú, ekki það að mér langi að fara út í bæ og berja fólk, en það er eitthvað útrás þarna, sko. Þetta er líka fake slagsmál. Já. En hvernig var það til dæmis, eins og þessum slagsmálatriðum? Ég held að maður ekki sé mikið, en svona 1 og 1 skot í trailinum. Já. Og það er líka gaman. Það var ógeðslega gaman. Þú veist, þú bara getur rétt svo ímyndaðir, skilji, og ég var líka svo heppin að vinna með honum Agli. Sko, Egill er algjör snillingur. Hann er svo jákvæður og duglegur og það var svo gott að vinna með honum að því ég var, þú veist, ég var alltaf í formi en eitthvað svona, þú veist, og ég var svo óvinnus og svona. Og hann í rauninni bar rosalega mikið vinna fyrir okkur bæði þar sem hann þarf í rauninni til þess að þetta lúkki sem best. Það þurfti svolítið að lenda honum og hann gerði það bara svo vel og hann bara ótrúlega klár. Hann var rosalega fljótur að ná öllu og þú veist, ég bara svona, það var rosalega gott að hafa hann þarna. Þar sem að við vorum í rauninni, hann var eina mannskjan sem að ég er að slást á móti þannig séð í myndinni. En er þetta ekki hálfgerður dans? Þetta er bara koreografi alveg gegn. Bara þú gerir þetta, þá gerir ég svona og þú gerir svona. Alveg bara dans, algjörlega. Hversu erfitt var að læra það? Hæ? Hversu erfitt var að læra það? Sko, við í rauninni, það var, þú veist, það var alveg pínu erfitt, ég verð að viðkynna það. Þú veist, ég var ekkert eitthvað að ná þessu alveg strax og þurfti að gera þetta alveg mörgu sinnum. Og eins og ég segi, þess vegna er ég bara svo þakklátt fyrir að hafa haft eitthvað sem að einhvern veginn náður líka að láta okkur bæði líta vel út og endalaus þolumóður og jákvæður og nóg sterkur til þess að bara aftur skiluru. Þannig að það hjálpaði ógeðslega mikið og Jón Viðar sem að bara, þú veist, skildi það, þú veist, maður bara hefur þetta ekki líkamannum sínum. Þannig að það var bara mikill kærleikur og þolumæði, maður var vafinn henni, þannig að þetta var bara, og svo náðum maður að söndanum og svo lúkkaði þetta bara geggjað. Já, ég ætla að spyrja því, þegar þú sást þetta síðan, bara í myndinni sjálfri, bara tilbúð atriði, varstu bara eitthvað, þetta er geggjað. Já, ég var bara, erum við geggjað þarna maður? Shit. Þannig að þú var sátt. Já, mjög sátt, virkilega. Það var líka svo gaman að vinna með Hannesi að því að hann var svo spenntur alltaf eftir hvernig tökudag yfir myndefninu sem hann komið með og hann var svo fljótur að fara í að bara klippa eitthvað smá saman, bara til að henda okkur leikarinn og bara svona gefa okkur svona hugmynd af hvað hann er að spá. Já, þið fengið að sjá það kannski snemmið í ferlinu bara. Alveg bara strax og það var yndislegt, ég var aldrei kynnst því svona mikið, kannski eitthvað svona pínu en ekki svona og þar leiðandi líka og það skapaðist bara svona atmos sem var bara svona, maður er svo involveraður, þetta verður mikið meira inn heild, við erum ógeðslega meðvituð, þú veist, mikið meiri meðvituð, komumst meira inn í hausuna á leikstjóranum einhvern veginn, hann gefur svo rosalega mikið af sér og gera svona, þú veist, þetta er alveg hellingsaukavinna en bara ég held líka bara að hann haft virkilega bara svo ótrúlega gaman að þessu og svo spenntur við myndefninu sínu að hann bara svona komið strax á okkur, þannig að allir svo þeir voru búin að svona semi-ná þessari bardagasennu þá voru bara, þú veist, hann bara tekur þetta upp á símanum sínum og eitthvað, klippir þetta svona saman, setur eitthvað svona hljóð undir, bara þess að svona við fáum hugmyndina, þannig að maður fekk að sjá, þú veist, bardagan þá, bara svona geðveitt grófan, þannig að þegar maður sá hann síðan á hvíta tjaldinu, þá náttúrulega bara var ótrúlega gaman að sjá, þú veist, þetta er það sem ég elska, þetta movie magic, skilur bara þegar soundið komur undir og klippa þetta rétt og láta þetta einhvern veginn lúka, þú veist, there you go, skilur. Mögulega tónlist, eitthvað spennu tónlist. Algjörlega, sko. Þú ert svo mikið að selja mér þessa mynd. Ég er svo spenntur síðan. Ég fæði að sjá hana á þriðjudaginn. Já, ert þú að koma líka? Já, Geggjað. Lilja bauð mér. Já, og ég er sjúklega spenntur. Með hvernig þú talar, hún talar, trailerinn. Og ég hef alltaf haft gaman að þessum gaurum, auðvitað og steinda á þeim. Ég finnst það alveg fyndnir. Já, það eru mjög fyndnir.
En eins og með það, þú ert að leika mótið þessum gaurum og þeir eru svolítið svona humoristar og grínistar. Já. Var erfitt að halda feis? Var stundum hlegið og þurftu að taka upp á nýtt? Ert að grínast, sko. Ég bara... Því ég veit ekki hvort ég myndi með þetta. Ég myndi ekki bara hlæja svo mikið. Nei, þú myndir ekki með þetta. Þú myndir hlæja úslega mikið. Eins og við gerum öll. Og það var alveg, sko, eins og ég segi, þetta var svo mikið gaman. Já, það var mjög oft sem fólk var bara að reyna að halda andliti og svo bara kött og allir bara svona lágu niður bara á hlátri. Já. Og sérstaklega, sko, Bjöllinur. Það var svo erfitt að leika á mótunum. Þetta var rosalegt. Kom hann óvart upp á grínu? Sko, ekki það, ég hef alveg fylgst auðvitað Bjöllinur stórkostlegu leikari. Hann mjög fær. Ég hef reyndar aldrei séð hann í svona og ég held að hann hafi fengið, þú veist, án svo ég veit það alveg en ég myndi halda að hann hafi fengið geðveitt skemmtilega útrás fyrir sínum karakter, sko. Hann leikur það ekki aðalvondakallinn? Já, hann er Ricky Ferrari, sko. Heitir hann Ricky Ferrari? Yes. Ok, það geggja hann á fyrir karakter. En þú getur væntanlega sagt hann á því þessi þáttur kemur út þegar myndin er komin út. Ok. Þú að vinna fyrir hann? Ég að vinna fyrir hann. Ég sem sagt svona hans hægri hönd, sko. Og svona þarf, stundum að hafa smá vit fyrir honum, sko. En hann er mjög vondum maður. Mjög vondum maður. Og hann er líka bara mjög geðsjúkur maður. Þannig að, og orkan sem að Bjöllinu kemur í þetta, þú veist, þetta bara, hún var mögnuð, hann er alveg með rosalega presens og húmorinn í þessu hjá honum bara, hann var svo on point og það var bara gaman að fylgjast með honum og eins og ég segi, þú veist, svo voru við bara stundum bara að reyna að halda andliti, skilur. En eins og hann, því hann er rosa reynslu mikill leikari. Já. Leiki í mörg ár, bæði innanlands og erlendis. Þegar hann kemur inn í svona verkefni, þetta er svona grín og hasar og eitthvað svona, það hljómar þess að hann alveg verið all in líka. Algjörlega. Hann var svo algjörlega on point. Hann vissi nákvæmlega hvaða flavor hann átti að vera þarna einhvern veginn, þú veist, og gerði það bara ógeðslega vel og hann er svo, karakterin er alveg, þetta er alveg klísjan út í gegn líka, sko. Hann er alveg að leika sem með element sem við þekkjum, við erum búin að sjá þetta einhver staðar, en svo tekur hann sitt take þetta og fer alla leið með það og það bara eins og beautiful að fylgjast með honum vinna, sko. Því hann var í upprunalega trailinum, þá var hann líka vondikallinn. Já. Það er gaman að sjá, því ég horfði aftur á þann trailer í gær. Já. Gaman að sjá einhvern veginn, þetta 10 ár. Þetta lítur að vera magna fyrir með alla geta gert þetta síðan. Sko, ég þyrfti bara að horfa hann aftur í ganni, því ég horfði bara á hann fyrir lengur síðan, áður en ég fór í tökur, sko. Það er gaman að sjá hvað hann á að halda alveg svona, þetta er svona sami fílingur, nema flottara. Þú veist, eðlilega. Algjörlega. Já, ég held að Hannes sé bara, sem að leikstöðu þarf að hafa, bara sterka sín og hann er búin að langa virkilega að gera þetta. Þetta er bara svona, ég held að það sé bara, það skín í gegn. Það var svona passion project, líklega að sjá þeim. Ég myndi að halda það. Þú veist, já. Þetta er bara, og eins og segir, þetta er þarft, þeir vissu það líka. Þeim langaði að gera þetta, honum langaði að gera þetta. Þannig að, já, ég held að þetta sé algjörlega passion. Mikið passion í þessu. Mér finnst líka gaman að sjá að það byrja að mynda svolítið hæp. Mér finnst bara að finna það. Það er að koma spennandi íslensk bíómynd og það hjálpaði til að hún var sýnd á svona festivalum. Fekk góð dóma þar. Fórst þú eitthvað út? Já, við erum búin að fara út á, sko, hún er komin á 5 hátíðir, við erum búin að fara 2. Fórum hann á Locarno í byrjun ágúst og svo vorum við bara núna daginn í London. Hvernig var það? Hvernig upplifði það? Það var bara ógeðslega gaman. Var eitthvað sem komður óvart? Sko, náttúrulega þarna erum við að tala um Bretan, sko. Hann er náttúrulega sérfræðingur í húmor. Finnst mér og okkur flestum íslendingum held ég, við náttúrulega svolítið dáumstæðum þarna og fílum þetta, fílum hvernig þú veist, þeir eru góðir með húmor. Og við vorum svolítið svona, já, þú veist, ok, Locarno var rúslega góða viðtökur, meiri svona blandað audience og þess að segja, vorum, eins og fengum góða viðtökur, var alveg hlegið og klappað og gaman, en maður hugsa, ok, hvernig mun hann taka þessu Bretin, mun hann alveg finnast það briljant og skemmtilegt og hlæja mikið. Herra, hann hló bara meira og það var ennþá meiri stemning og þeir einhvern veginn, mér fannst þess að þeir skildi þetta ennþá betur. Nei. Þannig að þú veist, við vorum bara, ok, þú veist, þetta var, eins og þetta er búið að vera alltaf bara svona, koma á óvart, maður að búast við alveg flottu, en þetta er svo bara einhvern veginn ennþá meira. Það er bara eitthvað svo geðveitt jákvætt og skemmtilegt bara í kringum þessa mynd, sko, allaleg. Þegar þú lappar inn á svona sýningu, svona festivali, erlendis, er ekki smá svona stress bara eitthvað, fuck, er það að hlæja eða ekki, eða jú, þér?
eins og ég segi, það er svolítið þannig. Já. Fyrst þegar ég fyrir alveg Locarno, þá hefði ég aldrei séð myndin og vissi ekki neitt. Þannig að þá var ég spýrnum svona, ok, ég veit ekkert hvað er út í. Já, þú varst að sjá hann í fyrst skipti þar. Já. Þannig að þegar ég fer, eins og segi, núna til London og þá hugsaði hann bara svona, ok, hvernig verður þetta, en svo bara var þetta geggjað. En þá var maður líka, maður vissi hvað maður var að fara út í þá. Ég var alveg bara, ég vissi þetta er geggjað, en svo var þetta, og það er búið svo fyndið, að þessar viðtökur eru beyond það sem að okkur grunaði að myndi gerast, sko. En eins og ég var að segja áðan líka, sko undirliggjandi skilabóð myndarinnar og í rammanum sem hún er í, þetta er pínu brilljant. Þannig að ég rauninni bara... Það liggur meira á baku heldur en bara eitthvað svona glikkulögga í Reykjavík. Algjörlega. Það verður svolítið gaman að sjá það. Ég er svolítið spenntur að sjá hvernig þið náu því. På tónin og svona... En ég er bara búin að heyra góða dóma. Ég þekki núna því að Sambjörn er að styrkja podcastið mitt. Já. Og það talar svo vel þessa mynd. Bara mjög vel. Þess vegna, ég finn það sjálfur mér. Ég er að vera alltaf svona spenntur. Já, vertu það. Þetta er bara geggjað. Þetta er alveg, þessi mynd mun líka held ég bara alveg lifa lengst áfram. Þetta er það að vera að vinna með ákveðu svona klassík og þetta er einhvern veginn, mér finnst eins og þetta forma, þessi húmor er orðin bara ákveðin klassík líka. Þannig að ég held að þetta mun alveg verða svona eins og Stella er ákveðin kvöldmynd á Íslandi. Ég held að þetta verði þannig líka. Alveg definitely. Stór orð. Þetta eru stór orð og ég bara, já, þetta eru stór orð og ég stend með þeim. Já. Eina sem ég byrði það er bara að ég fari í bíó og mér finnst gaman að horfa á myndina. Bara svona skemmtun. Akkurat. Mér var gaman að horfa á trailerin, þannig ég býst þeim finnst skemmtilegt að horfa á bíómyndina. Ég var að vona því. Já. En þá langum að bakka aðeins. Þegar ég voru að taka hann upp. Já. Það var allir COVID. Ýmsar reglur og svona aðeins meira vesen. Hvernig var þetta fyrir þig sem leikari? Sko, ég hafði það bara voða fínt. En auðvitað var þetta og er búið að vera erfitt núna. Þú veist, maður er búin að vera líka á öðrum verkefnum og bara allir er búin að vera að standa sig ógeðslega vel. Þetta er alveg búið að vera erfitt að vinna í svona aðstæðum. En svo var það ekki bara það. Heldur voru líka náttúrulega að vinna í kringum Hannes. Hann er náttúrulega bara fótboltamaður. Hann var eitthvað æfingar. Þannig að þú veist, þetta pluss kringum hann og ég bara Pegasus, þetta eru snillingar. Þetta er bara að þau gerir þetta ógeðslega vel. Það geta skipulega þetta. Ég myndi tala það Lilju. Það hljómar svo eitthvað martröð. Það skipulega þetta. Já, það gerir það svo sannarlega. Bara virkilega. Ég skil ekki hvernig þau fara að þessu. En þau eru bara snillingar. Og þetta gekk allt bara ógeðslega smúð og bara vel. Og bara, já, ég gæti ekki hrósa þeim meir fyrir ótrúlega vel unnin störf. En þannig að þetta var kannski ekki að trufla þig mikið. Nei, alls ekki. Ég myndi mér hvernig það væri fyrir kaupningarfólk að vera eitthvað í svona COVID að ég myndi mér að kaupningar sé nógu erfið og flókin fyrir svo bætir þessu óna bara að vera 20 manns grímur og spritta og eitthvað svona. Já, algjörlega. En þarna sem ég segi, þarna er maður líka bara leikari sem mætir á sett og er pínu sápukúlu þannig að auðvitað er teimi í kring að finna virkilega mikið fyrir þessu og er að finna fyrir mikið verið hvað þetta er erfitt og erfiðar aðstæður. Þannig að maður fær bara einhvern veginn, eins og segið, þau vinna þetta mjög vel og ég finn ekkert fyrir þessu. Eins og það á að vera í rauninni. Já, þannig að ég bjóst því að þú kemur bara ég þoli ekki þetta, COVID allt. Ég meina auðvitað þólu við þetta ekki, Jesús minn, dreftu mig, sko. Ég bara, ég er svo fegin að þetta sé svona aðeins að... Þetta er komið gott. Þetta er komið gott, sko. Ég fann það svo, þegar kosningarna voru, það var svona chillu fjölmiðlar aðeins á COVID-dótinu. Mér varst bara sem að fengi svona frí. Já, þetta var bara svona, bara einmitt, fullt af pólitíkur sem að tala um eitthvað sétt, fresh breath of fresh air. Maður bara glað. Já, nákvæmlega. Ég er ekki mikið í pólitík. Nei, sömulegis. Eitthvað svona, já, ég skal bara hlusta á eitthvað ráðherra og eitthvað þingmenn og eitthvað flokk að tala um sín mál, í snæfur hlusta á eitthvað smittölur og eitthvað bla bla. Það var vel þreytt. Algjörlega, sko. En eins og þá vil ég að spyrja á því eitt og þú mátt ekki spóila þessu. Bara fyrir mig, ég vil ekki spóila þessu. Nei. Og kannski að ég veit ekki hvort að þinn karakter lifa af þessu myndið ekki. Nei. Og þú mátt ekki segja neitt. Nei, ég ætla ekki að segja orð. Þannig að þú voru kannski aðeins svona skauta svona vandlega kringum þessu spurningu. Ef henni gengur vel þessar mynd, bara ég er að vona það, bara þessi góð mynd gengur vel. Leinlega 2. 100%. Hversu spennt eru fyrir því?
bara mjög spennt og spenntir og öll spennt þetta, ég bara segir núna, það mun gerast. Ég er 100%. Já, þú ert að sjá inn í framtíðina og það verður Leiðinlegur 2. Já, bara ég veit það. Ég er svo vissu það, sko. Það er bara hygglust, já. Þetta, Þú ert mjög bjartsýn að hún verði vinsæl á Íslandi. Vistu það, ég bara veit að verði þannig og ég veit að kemur mynd nú 2. Hvað er fólk að segja í kringum þig? Bara vinir og vandamenn og svona? Bara mjög spennt og samgleðast og bara finnst það geggjað. Þeim finnst þetta spennandi? Algjörlega, ég held að þessi vorum að tala áðan, það sem ég er að heyra er að fólk er í rauninni bara einmitt rosa spennt líka þýleitni til að það er bara að fara að koma aðeins smá fest bragð inn í flóruna. Já. Og það er svo, og ég held mér þess að sko að þessi mynd er ógeðslega góð og allt það, en mér að hún væri það ekki eins og það myndi svo fólk samt vera bara, já, þetta er geggjað, skilurðu? Það er svona veit ég fólk vera ennþá meiri bara, þetta er geðveikt. Það er bónus að þetta sé virkilega góð. Já, nefnilega. Ég var búin að heyra líka frá einum sem var búin að sjá aðeins brot úr henni og hann sagði bara, mér langaði bara að horfa meira. Þannig að þetta er alveg, já, ég er sem segi, búin að segja oft, ég er mjög spennt þessar mynd. En nú eru 2 útgáfur af henni. Bönnunum 12. Já. Bönnunum 16. Við svolítið sniðugt hjá þeim að gera það, leyfa þá þessum yngri líka, tækifæra að sjá myndina. Ég ætla að fara á 16. Já, ég mæli með því. Hún sagði að vera meira blóð og... Jú, mér skilst það í rauninni það sem þeir gera, þeir taka allt blóð í burtu og svona eitthvað aðeins, ég veit ekki minka ofbeldi, kannski eitthvað aðeins og eitthvað svona. En þú veist, þetta er þannig mynd að þú veist, kannski ekki að marka mitt heimili og mín börn sem er að alast upp bara við, þú veist, kvikmyndir og kvikmyndagerð og eitthvað, að þú veist, mín sem er 12 ára, ég myndi alveg leyfa henni að sjá, þú veist, þessa sem er 16 ára, bara svona fyrir þá sem er þarna úti, að þú veist, já, það er blóð og aðeins meira ofbeldi, en já, ég veit ekki, þetta er... Ég skilji, það er líka alveg munur á, finnst mér persónulega, því ég ólst upp á svona heimilega sem að fóreldrum alltaf sína með eitthvað bíómyndir. En pabbi var ekki að sína mér Freddy Krueger mynd, hann var að sína mér kannski Die Hard. Já. Svo fyrir löggu hasar. Mér finnst það svona aðeins öðruvíst, það fer alltaf eftir myndunum. Já, algjörlega, og þetta er, þú veist, hún er náttúrulega pínu candy, skilur, þetta er ekkert eitthvað eins að sé eitthvað Freddy Krueger, eitthvað hryllingur og eitthvað ógeð og börn vera terrified. Alls ekki. Þú veist, börn munu bara hlæja. En samt finnst mér þetta mjög rétt og flott gert og svona átt að vera, auðvitað. Aðeins að taka smá af þessu góri í burtu. Og er þá þessi 12 ára hjá þér? Er þetta stelpa þess? Já, elsta barnið mitt 12 ára og hún sem sagt... Er hún spennt? Þú getur bara rétt svo ímyndaðir. Ég get ímyndað mér það, já. Mamma er að leiki í þessari mynd og þetta er byssur og hasar. Já, svaka spennandi og náttúrulega bara að sjá mömmu sína sem er venjulega bara kannski eitthvað flíspissu mamma í Mosó sem er bara eitthvað í sófanum miklu heima á sér. Að sjá mömmu alltaf bara svaka cool á því. Þú veist, henni finnst það náttúrulega bara geggjað. Ég held að það sé bara mjög stolt. Ég hef oft svona veltið fyrir mér, börn leikara, sjá foreldrar svona leika mitt eitthvað svona, þú leika vondukonuna, þú ert cool og hörð og eitthvað. Ætla að sé bara eitthvað svona, bara geðveik aðdáun og hrifning, bara eitthvað, vá, mamma er ógeðslega cool. Eða, bara eitthvað, ég vona að þessi hliða mömmu er ekki til heima hjá. Sko, mín reynsla allavega hjá mínum börnum sem eru náttúrulega bara vöðni að sjá mér þó maður sé ekki, sko, þó mitt nafn sé kannski núna kannski eitthvað svona aðeins að fikra sig áfram náttúrulega búin að sjá mig alls konar og þú veist, bara vöðni, horfa sjónvarpið og mamma er einhverju auglýsingu eða hún er einhverju þætti eða eitthvað. Þannig að, þú veist, svona mínu upplifun er svolítið, sko, þú veist, hún er bara miklar ágjör að því að gera með einhverju fíbli. Já, þú ert alveg svöld þarna, þetta er cool, ég er alveg pínu spennti við því, en mamma, þú veist, þeim finnst þetta, þau bara vönusu, finnst þetta kannski þannig séð ekkert eitthvað svona spennandi, þannig séð, en En hefurðu leikið svona vondu konun áður, svona vondi kallinn? Já, ég hef alveg leikið vonda kallinn. Nú, ok, þú hefur gert það. En ég, þú veist, ekki að þessu leveli, ekki ykkur svona stóru. Nei, þannig að það verður svolítið svona nýtt fyrir hann að sjá það. Þetta er auðvitað alveg svona svolítið ný reynsla fyrir börnum mín að sjá að þú veist, mamma er bara meira áberandi, þannig að, en vöndi náttúrulega að maður sé þarna, bara að leika og gera alls konar. En hvað var það sem fékk þess að vilja fara í leiklist bara sín tíma? Sko, mér langaði bara að verða allt. Þannig ég ákvaði bara að vera leikona. Já, þá getur leikið allt. Það getur bara leikið allt. Nei, ég held að þetta sé, sko, ég
sem barn mjög listræn og algjört svona ADHD brjálæðingur og hoppandi skoppandi út allt og hafði mikla þörf fyrir að tjá mig alltaf og svona var mjög mikið að teikna og mála upp myndir og sem þróast út í það að ég mig langar að fara í ljósmyndun sem þróast út í það að mig langar að fara í kvikmyndagerð sem þróast út í það að mig langar bara að vera fyrir fram á kameruna af því þá, ef ég svona orðað þannig ég er að mála mynd þegar ég krakki og einhvern veginn skapa einhvern veginn kemur með einhver svona tilfinningu þar því ég fer yfir í ljósmyndunina einhvern veginn þá, þú veist, þetta var alltaf meiri spurningin sko það sem ég er að taka mynd af eða þú veist, það sem ég er að vinna með þar frekar en græjan og það sem ég er að gera bakvið þess vegna einhvern veginn dett ég þú veist þangað, en svo gaman, svo ég systur hún er alveg hinum megin, þannig að hún er á bakvið kameru og ég fyrir fram á kameru og þetta einhvern veginn er búin að þróast óslega skemmtilega hjá okkur. Er hún þá ljósmyndari eða leikstjóri? Nei, hún er listrænn leikstjóri, klippari hún heitir Anný Ólafsdóttir hún var til dæmis að gefa út Third Pole með Andra Snæ Magnússyni að Pása Lips líka með honum og bara er svona leikstjóri sem er að stíga svona upp. Þannig að hún, eins og segir, hún veit frekar kannski vera baka kameruna og og ég fyrir fram á kameru. Þú fyrir framan? Já. Það er samt dröglega gott teimi, hafið eitthvað unnið saman? Við höfum unnið saman og þegar við fáum tækifæri til þess þá bara, veistu það er svo beautiful sko. Hún þarf ekki að tala hún þarf bara að horfa og ég bara, ég skil ég veit hvað þú ert að menna og það er náttúrulega ótrúlega og það er líka, þú veist, í þessu starfi eins mikið og maður oft bara er kastað inn í eitthvað og veit ekkert hvað er að gerast og þekkir ekki neitt jafnvel og bara gerir sitt þeng að þegar það myndast, það er alveg ástæða fyrir að fólk er oft myndast svona klíkur og vinnur saman aftur og aftur, það myndast ákveðin tengsl og skilningur og það er bara ákveðin flæði og það er bara oft svo dýrmætt og eins og hjá mér og systur minni, við bara, það er mér laka til að við fyrir að gera stærri hluti í framtíðinni og þetta er alveg, getur alveg verið golden þegar það er svona gott flæði á milli. Já, þannig að þetta er ekki eins og ég elska fjölskylduna mína ég vil einhvern veginn að vinna með bara eitthvað alveg geðveitt náið alveg Já, ég skilði ógeðslega vel en bara, og ég er svo þakklátt við eigum svo ótrúlega náið og fallegt sambandi og systur mín. Sem það translatast líka yfir í eitthvað faglegt. Algjörlega, ég meina, þegar við erum bara að hanga saman heima með börnina eða eitthvað, þá erum við bara að tala um bíó. Við erum bara, við erum, þú veist, og alls konar svona, þú veist, þetta er líka bara spurningum, þú veist, hverju maður langar að koma til skila, þú veist, hvað brennum maður fyrir, hvernig gæti maður, þú veist, setja eitthvað form og alls konar svona pælingar líka, þú veist, við erum mjög ástfangnar af því sem við vinnum við og erum bara mikið þar þegar við erum líka bara við tvær að ekki að vinna, það er að segja, skilur í rauninni. Þá er það að tala um kvikmyndagerð og eitthvað slíkt. Já. En eins og með það, eins og bara þinn persónulegi smekkur, þegar við maður búin að tala um eitthvað svona hasamyndir, þú veist þá gaman að þeim. Já. Hvað horfir þú svona helst á? Bara svo heima? Það sem ég finnst skemmtilegast að horfa á, eins og ég segi, það er rosalega mikið þetta. Það er, þú veist, ég var mitt að hugsa um þetta daginn, svona, að ég er alveg, þú veist, ég er þannig sér alæta, en þegar þetta er orðið nógu, hvað ég segja, bara skrautlegt, þú veist, kvikmyndagerðin er hröð, hún er skemmtileg, það er geggjaður bíóheimur, já, náttúrulega bíóheimurinn er heimurinn sjálfur, sköpun á honum, og geggjaður hljóðheimur, og allt bara svona veistla, og þú sér það í bíómyndum eins og bara, þú veist, við erum að tala um bara Indiana Jones, þú veist, í rauninni bara, þú veist, Tarantino, Wes Anderson, skilur, þú veist, Spielberg, eða þú veist, þessir menn, eða þessir leikstjórar með svona flavor, það fíla ég, og í rauninni, þú veist, ég dansa svo, það er svona eins og, ég myndi telja upp allt, það myndi realismi bara standa hann einn eftir, sko. Já, þú ert ekkert að leita eftir raunveruleika í bíómyndum? Nei. Ég vil bara bara ævintýri, spennu, sci-fi og bara, þú veist, ég meira þess að elska að horfa á bara ýktan skrítinleik, jafnvel, sko, inn að segja gæsalappa léleganleik, love it, til og með horfa Terminator daginn, ég er ekki búin að sjá hann fyrir á lítil, veist það, ég hló svo mikið. Er það fyrstu? Bara fyrstu, ég hló svo mikið, ég var að deyja, ég bara, djöfull elska ég þessa mynd, ég var bara hér, ég bara gæti ekki að hlæja. Yfir hver varst að hlæja? Ég veit að þetta var svona góður hlátur en fannst þú illa leikinn? Þú veist náttúrulega bara, sko, Arnold er náttúrulega bara stórkostlegur í þessu
og veistu það að ég bara, maður hefði ekki vilja hafa það neitt annan hátt, það er svo geggjað, þetta er svo perfekt þess að það svo náttúrulega bara, svo gerjast það svona sjúklega vel, þetta er orðið bara eins og bara gott rauðvín, skilurðu, og þetta er svo þarna ég elska þetta og svo náttúrulega, þú veist, eins og ég segi, ég er mjög hrifin af ofbeldi, mjög hrifin af miklu blóði og miklu svona rugli og í rauninni, þú veist, það sem ég til dæmis fíla líka í rauninni svona eins og bara ef maður sér hjá Tarantino og þetta þessar ígjur sem eru svo mikið komnar í rauninni frá bara Asíu, þessi anime ígjur í rauninni og teiknumyndir, ég til dæmis elska teiknumyndir og ég horfi mjög mikið á teiknumyndir. Já, þú horfi mikið á teiknumyndir? Ég horfi mjög mikið á teiknumyndir. Þegar þú segir teiknumyndir, ertu að tala um Disney eða líka að tala um eitthvað svona anime? Já, bæði, allt. Elska það. Mér finnst oft skemmtilega að horfa á teiknumyndir en bara venjulegt bíó, sko. Já, Já. Áhugavert. Þarna maður bara að sjá, sko, þú veist, þegar maður horfa líka á virkilega vandaðar teiknumyndir, bæði svo frá Evrópu og Asíu eða eitthvað svoleiðis, að þarna þetta bara allt, þarna þessu veisla, þú veist, það er engin realismi að sjálfsögðu, og það er rosalega ýkt og þú ert að sjá eitthvað sem að, þú veist, og ég hef oft hugsað, hvernig gæti maður tekið þetta, þú veist, bara með alvöruleikurum og gera svona, þú veist, þarna hugsa ég bara, þetta er svo geggjað, þetta er svo bara, þarna er svo mikil skemmtun, sko. Líka því að þú ert með teiknumynd, þá þetta hefur bara alveg frjálsar hendur. Nefnilega. Þú getur skapað bara hvað sem það bara að teikna það. Algjörlega og bara ég hef ótrúlega gaman að því og horfi lúmst mikið á teiknumyndir og ekki bara eitthvað með börnunum mínum, bara ein, sko. Já, þú ert bara ein að horfa á teiknumyndir? Já, bara að viðkynna það, algjörlega og bara stolt að því. Ég meina það... Hringi dóttir mín. En það sem bara cool, af því að teiknumyndir í dag, það sem ég held, það er ekkert eitthvað svona stigma eitthvað, hvað? Alveg nördast að horfa á teiknumyndir. Nei, alls ekki, menn þetta eru meistarverk mörg hver, þetta er bara geggjað sjónvarpsefni, sko. En eins og það sem er vinsælt í dag, það eru overage-myndir. Já. Hvað ertu þar? Bara að dýrka það, ekki búin að horfa nógu mikið af því samt. Mér eins og segi, mér finnst allt svona komst að skemmtilegt. Bara ævintýri, sci-fi, þú veist, love it. Mér finnst það bara skemmtilegast. Af því mér veist það með, sko, með okkur þú lýsir þínu smekk, þá hef ég haldið að, já, þú eru gaman að þessum overage-myndum, þessum Marvel-myndum og það er ekki raunverulegt. Nei, og einmitt dóttir mín sem Arndur hringið þannig núna, hún er búin að horfa á þetta allt saman, örugglega 2 svar og er alveg svona algjör töffari, þú veist, hún elskar allt þetta, búin að horfa örugglega, þú veist, Star Wars 3 svar eða eitthvað og svona allt svona alveg bara, en ég fæ þetta svolítið svona í gegnum hana, en svona þessi bylgja sem er búin að vera seinustu ári, ég er svolítið búin að missa af henni, ég er bara svona aðeins, þú veist, eitthvað, en ekki af áhugaleysi, heldur meira bara svona mental loadi og vera búin á því og sofna í sófanum með fréttunum heima, skilur, þetta er bara svona meira þar. En þegar þú vilt slaka á heima, er þá líklega að þú veljir bíómynd eða eitthvað sjónvarpsþátt, eitthvað seríu? Ertu mikið að horfa á sjónvarp? Sérst sjónvarpsþætti? Já, sko, þetta er svona eins og búið að vera svolítið mikið hjá mig núna. Ég er búin að vera bara ekkert mikið að horfa á sjónvarp. Ég er ekki mikið að horfa á þætti. Ég er ekki mikið að horfa á neitt eiginlega. Hvað gerir þú þá, bara heima að spyrja? Þú ert heima og vilt kannski slaka og ertu að frekar að lesa? Nei, guð. Ég er hræðileg, sko. Það sem ég geri er, ef ég ætla algjörlega bara að slaka og bara eitthvað svona, þú veist, ekki hugsa. Þú veist, þá er það bara Rick and Morty eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona teiknumyndir mitt, bara svona teiknumyndaþættir. Þar er ég, skilu, ég bara elska það. Það er þín slökun? Það er mín slökun. Bara South Park, þú veist, BoJack Horseman, bara, neymitt, allt eitthvað svona. Bara, mér finnst það ógeðslega skemmtilegt. Og að taka það svona stutt af þætti. Já, af því þá ertu ekki að fara inn í einhverja sögu frá allu og eitthvað og ég einhvern veginn bara, þú veist, eins og ég segi, ég er ennþá með svolítið mikinn pakka og lítil börn líka heima, þannig að ég er svona, ég er búin að vera svolítið mikið bara einhverju svona heilalausu, en eins og ég segi, ég hef svo rosalega gaman að þessu og Á hvað aldur eru börni? Það er 12 ára? Já, það er, elsta er 12 ára, svo er næsta 9 ára og svo eru strákarnir mínir 2, hann er þess að annar verið 4 ára núna í desember og yngri 2 ára. Þetta er bakið, maður. Þetta er bakið, sko. Það er ekki skrítið og það er ekki mikið tíma til að sjóma. Já, við það bara orku. Og það kom svona tíminn mér þess að einhvern tímabili, ég er ekki að sinna þessu nógu vel, en ég er samt leikona. En svo áttaði mig alveg bara á því að það í rauninni er bara alveg í góðu. Ég má alveg bara ekki hafa séð neina bíómynd en samt vera óslag góð leikona. Já, algjörlega. Þannig að ég bara svona, þetta er svolítið svona þannig tímabili í mínu lífi.
er ekkert mikið að kafa onni og grúska og virkilega horfa á eitthvað en það kemur svona aðeins inn á milli og eins og það finn ég, þá er ég bara að sækjast í eitthvað gamalt sem ég þekki, því það er meiri slökun í því. Já, veist hvað þú fá. Já, og líka endur uppgöta, þú veist, eins og með Terminator skilur ekki búin að sjá hann frá því ég var lítil og þú veist, ég bara, djöll var þetta skemmtilegt. En finnst þú skilur nefna hana, því það er svo stutt síðan ég horfði aftur á hana. Það voru svolítið mörgar síðan hefði síðan hana. Já. Og ég var síðan kæristur minn hana, hún hafði aldrei síðan hana. Já, ok. Og það var alveg, mér þykir svo vænt þessa mynd, Já. En hún er rosalega 80s mynd. Algjörlega. Og ég fann það alveg bara, þegar kærastan mér á hliðina mér, ég finn eiginlega alltaf því ég er að missa hana. Hún var bara eitthvað, henni fannst það svo asnal. Ég veit, that's the beauty of it, skilurðu. Já, en þú kannt að meta það. Já. Hún er ekki alveg þar. Nei. Eins og þegar Schwarzenegger er að laga eitthvað auga í sér eitthvað, og þú sérð bara þessi brúða. Já. Það er svona speil, hann er okkur á mótorherbyggi eða eitthvað. Já. Maður er alveg bara svona, og hvað, þetta er svolítið gerfilegt. Að þetta er fyrir manneski sem að hafa aldrei síðan. Þú varst allan með svona einhverja tengingu. Sást hann ást yngri. Já, sá hann sem yngri, þá var hann bara svona yfir mér, svona yfirþyrmandi, bara þú veist, og maður bara svona meðtók, þetta var svo, þú veist, þá var maður hræddur. Og þá var hann bara hardcore fyrir mann einhvern veginn og allir voru bara oh my god, skilur, þetta bara svonir heimurinn þannig úti, þú veist, þegar maður var lítill, skilur, fyrir utan kannski monsterið, en svo í dag þegar maður að horfa á þetta, þú veist, þetta var allt önnur mynd fyrir mér og mér fannst geðveikt að endur uppgöta það. Þannig ef ég myndi spyrja þig bara, sem ég aldrei séð Terminator, og myndi spyrja það bara, er Terminator góð mynd? Jáp. Alla leið og ég myndi segja bara þetta er geðveitt skemmtileg grínmynd En þetta áhugjör grínmynd Ég veit það, þess vegna er þetta svo ógeðslega fyndið, þess vegna er það ennþá fyndnara og ég finn það sko, það sem fór til að gerast fyrir mig svona með árunum eftir maður fullur og maður búin að sjá alls konar eitthvað ég fór svolítið að hætta að hlæja af því sem átt að vera fyndið auðvitað stundum er eitthvað alveg fyndið og vel gert skiluru en þegar maður sér síðan svona þetta átti ekki að vera fyndið, þetta átti að vera dauðans alvara, skilurðu. En ertu ekki að grína myndri? Auðvitað, sko ég rauninni, og ég held í dag að það sé bara nákvæmlega það sem að þeir myndu segja bara gerðu það, skilurðu. Ég held að það, já, ég vona að ég sé allavega ekki að móka hvernig nóti sem er bara eitthvað, hún gerir grína Terminator. Það er fullt af fólki að út sem bara Terminator má ekki gera grína henni. En sumar myndir eldast bara ekki eins vel og aðrar. Nei. Alls ekki. Og mér finnst Terminator 1 svolítið mikið barnsins tíma. Hún er það, svo sannarlega sko. Tónlistin og allt þetta og hárgreiðslan og Lindu Hamilton og þetta er svo mikið 80s. Ég veit það, þetta er minnst það beautiful sko, minnst það yndislegt. Að því svo getur maður hort á myndir eins og Indiana Jones bara fyrstu. Mér finnst hún eldast rosalega vel. Já, hún gerir tímalaus. Hún gerir það, hún er svolítið bara svona klassist ævintýri. Og bara í sínum heim og þetta er líka heimur sem er búið að nota oft áður í einhver svona ævintýri og við þekkjum það vel hún eldast, mér finnst hún einmitt endast líka mjög vel. En eins og með þá myndildar bara, tökum eitthvað svona Indiana Jones ertu líka að lægja henni? Bara hvað drastanlegt, hann er með svipun og sína og eitthvað. Já, þú veist, þarna myndi til dæmis vera einhver þraut sem hann var að leysa á eitthvað beinagrind, þú veist, einmitt hann segjum bara einmitt atriði þegar hann drekkur úr karleiknum vondikallinn og náttúrulega bara gjössalega bráðunar, þú veist, þá er ég bara ha, að því mér er svo gaman að sjá. Þú veist, þetta er líka bara áferð sem er svo áþreifanleg. Hún er svo þú veist, og maður hefur svo mikið í það í líkamanum sjálfa því nú er sérst fyrirhandi maðurinn minn, hann er leikstjóri og við vorum að gera, til dæmis gerum eitt hest saman og þú veist, þú ert bara einhvern veginn að vinna með alls konar, þú veist þú reddar þér, bara ok, mixum þetta, gerum þetta, látum þetta lúka bla bla bla, skiluru og ég hef svo gaman að því, svona föndri og það má alveg sjást að það sé ekki þetta sé ekki alvöru, þetta er ekki alvöru mér finnst gaman ofta að það sjáist að það sé ekki alvöru þú veist, maður hefur verið alls konar einhvern tíma voru að brasa eitthvað fyrir lokaverkefnum mitt í kvikmyndaskólanum og þá það var svolítið brjálumynd, ég veit ekki hvað það var heyrt af henni, Hvítir karlar var svolítið svona underground stuttmynd bara á sín tíma. Þetta er horrormynd? Þetta er splatter. Þetta er splatter? Pínu, já. Getið séð hann eitthvað? Það er búið að taka hana. Hún var svo vinsæl, við erum bara að taka hana og ég veit að fyrirhandi maðurinn minn ætlar að fara lengra með þessa myndin. Vonandi sjáum við hann í framtíðinni, bara vonandi, þetta er alveg snild. En þá til dæmis þurfti að klippa tippi af einu manni
og það var gert í close-upi bara klikk og þá voru við bara, hvernig getum við þarna einhvern kvöldi voru við þarna ég og maðurinn minn með einhverja kjúklingabringu og einhverja skinn og dóttir mín var þarna með okkur eitthvað, hvað að setja smá meiri blóð hér og þú veist, þetta mér finnst þetta geggja gaman, skilurðu og hérna, ég veit að sumir myndu kannski hneykslast að maður væri með dóttir sína með sér í einhverju svona að búa til þetta tippi en þetta fake þetta svona bara vinnan mín og þessi heimur og ég persónulega, þú veist, reynist mikið ég get að kynna börnunum mínum fyrir þessu allt sem fake, af því að bíó hefur samt áhrif. Það hefur áhrif á okkur. Jafnvel þó séum fullorðin. Þetta náttúrulega, það spilar alveg með okkur og spilar með tilfinningar og hérna. Þess vegna förum við í bíó, þess vegna horfum við á bíómyndir. Já, algjörlega. Þess að upplifa okkur tilfinningar. Algjörlega, en líka þessi slæma áhrif, sérstaklega þú ert bara barn eða úlingur eða ungmenni að þá finnst mér rosalega gott að geta sýnt mínum börnum eins mikið og ég get af því sem hérna á bakvið. Já, bara svona hvernig það virkar, hvernig það gert. Allt bara ég held að sé svo rosalega holdt fyrir þær einhvern veginn að hafa bara þetta geta rinni bakkað frá þessu og hugsa bara já, þú veist, þetta var örugglega gert svona. Þannig að þeir eru með skilning á þessu. Já. Það er svo mikilvægt. Algjörlega. Það setjum við Freddy Krueger henni ekki fyrir börn en að sjá já þetta er bara venjulegur leikari svo bara setta hann svona, þetta er make-up og eitthvað en hvað finnst þér þá að því að þú veist að tala þetta föndur eitthvað svona splatter og eitthvað gerfi bló og eitthvað ég elska svona dót en í dag þá þetta rosa mikið tölvugert já mikið af þessu bara gert í tölvu hvað finnst þú það? Auðvitað það líka list en erum við ekki að missa pínu einhvern veginn sjarman ef þetta er bara gert allt bara í einhverju tölvu? Þú veist, nei, ég segi bara það er bara komnir fleiri litir hérna til þess að velja úr. Já, þér finnst þetta bara alveg að flott? Já, mér finnst þetta bara geggjað. Mér finnst bara líka eins og kvikmynd að gera, þetta listform bara frekar ungt. Ég meina, við erum ennþá bara eitthvað að prófa alls konar, læra alls konar og Guð má vita hvert þetta fer með okkur í framtíðinni, hvernig verður kvikmyndagerð bara eftir 200 ára, hvernig verða leikarar, þetta bara ekki tölvugert fólk og þú veist, ekkert vesen að leikstýra, þú veist, og alls konar skilur sem til þarna, en ég held að við erum svo meðvituð núna líka bara þegar við horfum tilbaka, þú veist, við erum byrjað að leika okkur með ákveðin form. Við þurfum ekki að gera það, en við erum að sækjast eftir ákveðin flavori, þannig að ég veit að, gera eitthvað tölvugert, þá ertu að gera það þannig, en svo ertu leikstjóri eða teima, þið viljið fá eitthvað ákveð bragð, ákveð flavor, skilur, þá gerir þetta svona. Þá vil ég ekki hafa þetta tölvugert, vil ég gera þetta svona til að fá þessu segja svona ákveð essence og hérna, ég held að þetta sé bara svona smekksatriði, hvert viltu fara, sko. Mér finnst það áhverð pæling að ég fekk til mín, hann er Jörri, hann er svona visual effects supervisor. Já. Þannig að hann er vanur svona tölvinu og alls konar. Og hann var að tala að því að þú ert kannski með eitthvað skot í bíómynd sem er alveg tölvugert. Kannski Star Wars, við getum ekki verið í game og eitthvað, það tölvugera gameskipin. Skot sem er alveg tölvugert. Honum finnst þess að það vantir svolítið í það og hann kom svolítið góða setningu hún satt svolítið í mér. Að honum finnst að lífið eigi að ráðskast með kvikmyndagerð fólk. Þannig að ef þú ert að fara að taka upp eitthvað fjall eða eitthvað, hann vill hafa svona, það er kannski veðrið eða eitthvað, eða snjókoma eða eitthvað. Í staðinn fyrir bara, já, förum bara hérna á sólríkum degi, svo bætum bara inn í einhverju tölvugerðu dóti. Það er svona meira svona áþreifanlegra og svona einhver raunveruleiki í kvikmyndagerðinni sjálfri. Já, ertu þá að meina, ef ég skilur rétt, að hann sem manneskja sem er ofta að búa til í rauninni allt aðra mynd en kannski var tekin upp upprunalega, að hann er þakklátur þegar hann fær að sjá, þú veist, hann vill fá alveg snjókomu í staðinn fyrir að búa hana til. Ertu að meina þannig? Já, í rauninni, hann er auðvitað til í, að því hann er alltaf svona tölvugæi, að hjálpa til við kvikmyndagerðina, en hann er ekki hrifinn af því þegar vera tölvugera bara heilu skotin. Já, ég skil þig. Af því þau verða alltaf steril. Þetta verður svo fullkomið. Já. Það er ekkert bara eins og bara ég kannski sest í hann á stól og þá kemur eitthvað smá ryk eða eitthvað. Já, akkurat. Svo ert ekki tölvugera, en það bætir einhverju við og ég held að við bara sem manneski sem horfum á svona verk, ég held við skinnum þetta á þess að gera okkur grein fyrir því. Já, ég sammála því og við náttúrulega sem erum þjálfuð að horfa á bíó við sjáum þetta líka bara oft, þú veist, maður bara svona já, og svo líka bara yfir höfuð, þú veist líka bara stærð myndarinnar, þú veist, á þess að sjá það, þá veistu það bara einhvern veginn, skilurðu. Ertu að tala bara peningur sem er farið í þetta? Já, bara peningurinn, bara stærð myndarinnar einmitt í því, skilurðu, og eitthvað, þú veist, maður er bara að byrja að læra inn á þetta. En já, ég held að þetta sé náttúrulega bara hárrétt hjá honum, auðvitað, það er náttúrulega ekkert sama bragð sem kemur og eða sama tilfinning. Og þetta er bara orðið svona playfield, þú veist, viltu gera þetta svona, þú veist, og við erum svo mikið eitthvað að læra og ég er óslega spennt samt fyrir allar þessari tækni að því að
eins og ég segi, bara hvert þetta að fara með okkur? Þeir eru alltaf að verða bara betri og allir þessi dítilar eru alltaf að verða bara fínni. Þannig að já, hver veit, einn daginn mun maður kannski horfa og ekki geta gert greinamun, sko. En eins og með það, þú talar kannski, hvað veitu hvernig þú verður með kvikmyndi gerð 200 ár? En ekki líklegt að við munum alltaf vilja leikara? Viljum við ekki alltaf horfa á raunverulegt fólk? Jú. Þó það sé þetta tölvi gera. Þó að maður sjá ekki mun. Ég veit ekki, að því tæknin mun alltaf verða ennþá flottari eftir einhver ár. Já. Að þú getur gert bara fótóríl mannesku og ég bara auga mitt myndi bara ekki geta greint munin. Já. En viljum við samt ekki alltaf hafa alvöru fólk? Jú, auðvitað, ég held að það mun alltaf vera. En maður bara spyr sig, hvert getur þetta líka þróast? Bara einmitt, að það verður örugglega bara bæði í gangi eitthvað. Ég hef svolítið trú á því. Ég held að verða alveg leikarar en svo verður líka bara rosalega mikið tölvugert, sko. Svo spurning hvort þeir veki bara aftur til lífsins leikar sem hafa fallið frá en geta tölvugert þá. Til dæmis. Bara, einmitt. Bara Marlon Brando, nákvæmlega, pældi hvað það verið geggjað. Það er samt pínu sick. Það er, ég meina, já og nei, skilur. Þetta er bara að vera að leika sér með myndefni, form. En eins og þú segir, bara munum við ekki alltaf vilja leikara. Ég meina, erum við ekki ennþá bara að horfa á málverk? Viljum við ekki alltaf málverk, þó við séum með bíó? Við munum aldrei, auðvitað munum við alltaf hafa þetta, held ég. Það er, held ég, bara eitthvað sem að eins og segir þetta, við viljum alltaf sjá eitthvað sem síðan eitthvað real. En svo er líka bara spurningar sem með kvikmyndaformið, bara sjálft kvikmyndaformið, er það að fara að breytast af því að, ég aðeins tala um því podcastum að því í grunninn eru kvikmyndir sögur og við munum alltaf að gaman að sögum, hvort það er í bókaformi eða í kvikmyndaformi eða í sjónvarpsþáttaformi. En maður einhvern veginn í dag, ungt fólk, þetta er svo mikið bara á TikTok, það er bara 20 sekundur, mínúta eða eitthvað. Stundum spyrir mér bara, eru næstu kynslóðar að fara að nenna að fara í bíó, gera sér ferð í bíó? Já, bara þess að sitja og horfa á sama skjáin og sama efni, bara sömu sögun alveg bara næstu 2 klukkutíma. Það er bara mjög góð spurning, sko. Hvað heldur þú? Þegar nú ert þú með eina 12 ára. Já. Og minna, hún er að detta núna þann aldur, kannski byrjuð, úlingur. Já, guðmuggur, hún er alveg 12 að vera 18 ára, sko, ég bara hjálpaði mér. Þú skilur hvað við? Þetta er orðið svo mikið bara að hangi í símanum og allir komið með einhvern hálsri bara því að... Já, það er óslega góð spurning. Finnst henni gaman að fara í bíó? Já, henni finnst mjög gaman að fara í bíó. Hún er mjög gaman að bíó, sko. Okay. Og þáttum og kvikmyndum og bara öllu, sko. Og fer hún með vinum sínum í bíó á okkur spennandi mynd? Já. Og auðvitað er þetta alveg ennþá... þetta er alveg í gangi, krakkar alveg ennþá að fara í bíó, en þetta er samt svo góð pæling, af því að við erum að tala um, við erum náttúrulega, ef maður lítir bara líka á samfélagi í heild sinni, eða verið að þjálfa eitthvað svona ákveðið annað hegðunarmunstur, þá auðvitað mun það hafa einhverja afleiðingar. Ég bara veit það ekki. Og bara vonandi verður ekki þannig að bíómyndi verða styttri, eða þú ferð kannski á eina bíómyndi, hún er bara mörg eitthvað svona brot og þú bara mataðar einhverju og svo bara lappar út bara, ég veit það ekki. Það er hræðilegt til það er bara góð spurning, sko. Það er alltaf að reyna núna í dag, það er alltaf að fanga athygli og ná athyglin okkar. Það er með þetta bara eitthvað TikTok eða Instagram, maður svona skrólar í gegnum þetta. Og þetta er rosa tímaþjóður, ég finn það bara sjálfum mér ef ég er eitthvað á TikTok og þú getur bara að skrolla endalaust. Já. Og þetta er alls konar efni og hann veist það er bara kannski eyða, og ég er ekki að segja þessi 2 tíma á TikTok, en bara tíminn bara hverfur. Já. Og manni finnst það að vera svona eiginlega pointless. Já og nei, þetta er náttúrulega frábært þegar þú hefur tíma til þess að eyða, bara go for it. En auðvitað erum við alltaf mikið eitthvað í þessu rugli og auðvitað er þetta að taka alltaf mikið tíma frá okkur. Ég veit ekki alveg hvað við erum að uppgöta núna sem manneskja. Hvað erum við? Við erum alltaf í rauninni, við erum alltaf bara að spekla sjálfan okkur endalaust fram og tilbaka. Og þetta er náttúrulega bara eitt form af því og það sem ég er búin að sjá, ég reyndi eitthvað aðeins að fara hana TikTok, dóttir mín náttúrulega bara, mamma, nú er þú sko að fara á TikTok, sko, því að þú eitthvað og ég bara, sumt sem hún að sýna mér, ég bara, ég verið bara svona, bara orðurlaus, bara ég þarf svona að hugsa í smástund eftir ég sá þessa mannesku gera eitthvað bizarr og vera eitthvað neginn, en þetta er samt líka frábært. Já, einhver leiði, ég meina. Já, algjörlega, þetta er, allt við sína kost að kalla hana. Það er bara spurning eitthvað svona milliveg. En mér finnst líka bara áhugavert að því að þú pælir í bíó upplifun. Já. Þetta
þetta sósíaldæmi. Þú ert að fara í bíó og þú ert með öðru fólki. Jú, þeir eru náttúrulega ekki að tala mikið saman, en þið eru þannig inn í þessu sal og þeir eru að upplifa eitthvað í sammenningu. Þetta tjald, þeir eru öll að horfa á tjaldið. En ég fekk til mín stelpu, 18 ára gömul, og hún var að tala það, að þegar hún var yngri, þá var svolítið svona heima henni, það var að leigja spólu, leigja DFT og svo bara fjölskyldan, setti saman sjónvarpið og horfa á þetta saman. Svolítið svona í bíó, bara horfa á þetta saman. En í dag, þá er þetta rosa mikið, hún kannski inn í herbyggi, hún að horfa á eitthvað á Netflix, svo kannski bróðurinn og systrina í öðru herbyggi að horfa á Netflix þar í símanum, svo pappinn fram að horfa, það er þetta sé svona, þetta er rosa mikið bara svona, ég að upplifa þetta einn. Já. Mér finnst það alveg svona svolítið mikið synd. Já, ég er sammála því, enda líka þarna þurfa kannski líka bara, þú veist, foreldrar og fólk bara svolítið svona að taka svolítið með þetta ákvörðun örugglega, að þetta er svo, þú veist, við erum hann öll bara einhvern veginn í okkur sikkurum skjánum einhvern veginn, það verður svo einangrað og svo bara einstaklingshyggja, þú veist, rísandi og þetta er allt eitthvað, maður veit ekki hvert er að fara. Ég er svo þakklátt fyrir að bíóhúsin skulle ennþá vera bara samt sterk starfandi, að því að þarna allavega er þetta í kjarna sínum að bara fólk saman að upplifa og þú veist, ég sjálf að hafa bíókvöld heima, þú veist, og við erum saman og horfa okkur skemmtilegt. Já, þú gerir það alveg reglulega, bara svona, horfum þetta saman. Algjörlega, af því mér finnst það vera rosalega mikilvægt líka, að þetta er ákveðin upplifun að hlæja saman og þú veist, eða tala og það spretta samræður náttúrulega út frá alls konar, ég meina þetta er bara skemmtun, auðvitað er gaman að gera það í hóp með einhverjum sem maður þykir vænt og er skemmtilegir, eða jafnvel ókunnugum, sko, þannig að því sérstaklega sem maður fer á góða mynd, eins og bara leynlöguna. Ég sé alveg fyrir mér að vera í fullum sal, að þetta líka grín, allir að hlæja, allir gaman. Það er ákveðin orka sem myndist í kvikmyndhúsi, sem hún nærði ekkert almennilega heima hjá þér. Alls ekki, og svo líka leynilöggan er klárlega mynd sem er gerð fyrir, þú veist, að vera í hóp saman að hlæja. Þú veist, þetta er bara, það er undirliggjandi rosalega mikið svona húmor bara skapar, sem er bara sérstaklega skrifar fyrir Íslendinga. Ég verð að hrósa vinkonum minni Ernu Guðmundsdóttur sem að textaði myndina af því að hún er snillingur, ég skil ekki hún fór að því að láta, þú veist, svona alveg rosalega sér íslenska insight brandara bara flæða ógeðslega vel og fólki úti fann ekkert fyrir því, sko. Já, þannig að hún þýddi þetta yfir á, ég sérst, enskan texta. Já, ég get ímyndað með þessi erfitt með brandara. Mjög erfitt. Að þýða þá yfir í eitthvað og yfir í annar land sem að kannski þekkjar ekki þessa reffa eða hvað þetta er í eitthvað íslenskt út. En svo talandi eins og þetta að upplifa bíó einn eða vera einn með sjálfur sér svolítið meira en áður þegar fólk var meiri saman að horfa á eitthvað og bara hvernig þetta er í framtíðinni. Þú veist, talandi tæknina, ég get alveg ímyndað mér líka að þú ferð í bíó og þú ert bara með svona, hvað heitir þetta? Svona eitthvað virtual reality gleru. Já, þú veist, þannig að þú ferðir, þú veist, þannig að þú ert einn. Þú getur ekki upplifað, jafnvel, með öðrum. Fattur hvað við? Já, ég fatt það. Þú veist, þannig að, þú veist, það er bara, hvert erum við að fara með þetta allt? Ég veit það ekki, en við erum samt meðvituð og þú veist, einhvern veginn einangrum okkur ekki of mikið, heldur munum síðan að fara koma saman og hafa gaman saman, en svo getum við líka gert okkar þing og verið með okkar, þú veist, bara eins og þið verðum að hlusta á tónlist, ég meina áður fyrir fólk og hlustaði saman á tónlist, það þekktist ekki að fólk var bara eitthvað eitt inn í herbergi að hlusta á tónlist, það bara þekktist ekki, þannig að þú veist, við gerum það saman en svo ertu bara með þitt fyrir þig líka. Ég vona allavega að það verði bara svona heilbrigð þróun á þessu, einhvern veginn þannig. Já, ég pæli oft í þessu, sérstaklega eftir að megnast barn, ég með fyrsta barnið mitt. Já. Það fer svona pæli okkur, hvernig verður þessu framtíðin hjá honum, hann er það ungur, hvernig verður það fyrir hann eins og að fara í bíó? Mun það þykja astanlegt? Mun það þykja bara skrítið? Verður bara hann alltaf, ég er ekki að segja innan 10-15 ára, en þetta gerist hratt og þessi þróun og með internetið. Internetið er búið að opna rosalega mikið. Við einhvern veginn bara, þá föttum við bara, hey, við erum bara ein heild. Já. En þetta er samt búið að einangra okkur svo svakalega. Já, nefnilega. Það er ógeðslega fyndið. Og pínuskeri. Það er það og eins og ég segi, svona rísandi einstaklingshyggja með allar þessar líka einangrun bara í gegnum internetið og allt það. Þannig að ég held að þessu, við erum bara alltaf að læra, ég held að þú veist, það er bara svo mikið að gerast held ég svona varðandi þetta, þú veist, mér finnst einhvern veginn eins og samfélagi mannkyni sé ennþá bara svona, við erum kannski ekki lengur smábarn, við erum svona úlingur núna, við erum svona ógeðslega mikið að bara tjekka öllu, fikra okkur áfram í öllu einhvern veginn og erum að sjá okkur aðeins meira,
erum ekki jafn miklu narsisistar eins og þegar maður er lítill heldur svona aðspyrja að sjá svona, já, ok, svona meiri yfirsýn kannski, sem er alltaf netið hjálpað okkur rosalega mikið með, að sjá okkur aðeins í smæri mynd og bara svona sem eina heild. Já, algjörlega, en svo annar punktur í þessu líka og það í dag, það allir myndavel. Já. Ég er með síma, þú með síma, þú getur þess að fara núna eftir og þú gætir tækla sér tekið upp einhverja stuttmynd með símanum, klift hana sjálf bara í símanum held ég, gert alls konar sett einhverja filtera, tæknibrellur, gert alls konar. Já. Það geta allir orðið stjörnur í dag. Já. Og mér finnst það rosalega áhugavert. Það getur að það hafa allir rödd í dag. Já. Eða skilur við flestir. Já, eða þú veist nákvæmlega, bara sem betur fer. Sem betur fer, það er mikil kostur. En þá velta maður fyrir sér, það eru svo margir með símana og það er að taka einhverja selfies og það eru vídeo og ég veit það ekki, maður er einhvern veginn ég sakna pínu svona og ég kannski aldrei hæfileika. Já. Af því að það ætlar enginn að segja það að það séu allir hæfileikaríkir á þessu sviði. Að vera leikari, að vera svona myndavel. Auðvitað ekki. Við erum öll bara með okkar. En er það erfiðara fyrir það fólk einhvern veginn að skara fram úr í dag? Fyrir okkur sem erum að vinna við þetta og teljum okkur vera með hæfileika til þess. Nei, þú veist, þarna er ég líka bara, þú veist, þetta er bara það sem er í gangi og ég er á sama tíma að vinna mína vinnu og stíga upp, þannig að ég náttúrulega finn ekkert fyrir því þannig. Ég finn ekki fyrir þetta sem eitthvað svona keppinaut eða það er eitthvað svona hafa meira áhrif á að það eru minni möguleikar fyrir mig eða, þú veist, ég finn ekki fyrir því þannig. En finnst þér vera þá í dag eins og bara fyrir 20 árum, 30 árum? Dóttir mín, sorry. Vissu hún ekki væri í podcasti? Afsakið, svona. Allt í góðu. En eins og með það, leikarar og leikonur, finnst þér þetta að vera eins mikla stjörnur í dag eins og voru fyrir, eins og segi, 20-30 árum? Nei, það er endur alveg, þú veist, þessi glamúr í kringum eitthvað svona, sem að, þú veist, þetta... Að því að leikar gáttu selt myndir í gamla dag. Já. Þú varst kannski með Tom Cruise mynd, eitthvað. Í dag er þetta orðið eitthvað eins og allt öðru, finnst mér. Er það ruglið mér? Já, sko, hvað það var þar? Auðvitað, þú ert með eitthvað, þú veist, með eitthvað stjörnu, það selur. En það sem er að gerast í dag er að þessi heimur, allur glamur og mistur hann í kringum þetta, vera svona untouchable einhvers staðar in the skies líka við eitthvað svona Hollywood heimur, það er allt farið. Þú veist, það er allt svolítið mikið búið að brotna niður fyrst mér. Þú veist, mér líður þannig og mér er þetta gott. Þú veist, þetta er ekkert heilagt. Ég er bara að vinna mína vinnu eins og bankastarfsmaður og við þurfum að hafa banka, við þurfum að hafa bíó, þú veist, þetta er bara, skilur, allir þessi svona snobb og glamúr og eitthvað, við erum svo fræg og flott eitthvað, það er alltaf detta niður, sem að er bara gott, þess að segja. Þannig að það er eina kannski sem að ég er að finna fyrir. Já, þú finnur fyrir, en það er aðeins svona, ég held að erfiðar í dag fyrir einhvern einn leikara, eina leikonu að selja mynd, skilur, að fá fólk í sæti. Það getur bara vel verið. Nú bara kannski er ég ekki alveg... Það pæla ná mikið? Nei, ég rauninni kannski ekki. Því mér líður alveg þannig svona, þú veist, hérna megin að, þú veist, maður veit, þessi pólitík sem er undir. Ég var lent í því að það var frekar tekin einhver önnur leikona því að hún er búin að meika það. Þannig að það selur betur, skilur. Þetta er bara ákveðin, fattur við, þannig að þetta er alveg business ennþá. Og peningar fara bara þannig sem peningar eru, skilur. Og það er bara ákveðið lögmál, þannig að auðvitað er það, ég held að það mun aldrei breytast. En það, eins og segja, þetta er bara ekki jafn, það hafa ekki jafn mikil áhrif og er ekki jafn, skilur þetta er ekki jafn svona heimur, svona, þetta er ekki jafn mikið þessi heimur eins og hann var, það sem að, þú veist, hvernig get ég orðað það, að það sem fólki fannst þetta vera bara eins og eitthvað svona stjörnur sem voru svona untouchable. Guðir, já, bara eitthvað, þú veist, svona eitthvað, en dag, ég menna, ég er bara eitthvað að horfa þú veist, á Anthony Hopkins heimi og svo að gretta sig á Instagram eða eitthvað, skilja, eða fattur leika með köttin sinni já, eða þú veist, eitthvað og þú veist, Alec Baldwin eitthvað að væla við konu sinni og maður er bara eitthvað, skilja, þetta er bara, þetta er allt þetta þú veist, og það er bara eitthvað heimi á sér þó það er peninga og flott hús, það er þetta samt bara eitthvað með skítu og þvott fyrir aftan sig og einhvern hund sem er eitthvað, eða þú veist, eitthvað bara líf eða skilja, allt svona, allt þetta er bara fólk að vinna sína vinnu þessi glamur allur einhvern veginn dottir niður. Þetta er það mjög góð punktur, ég hef ekki hugsað þeim þannig að því gamla dag, við höfðum ekki svona aðgang á þessu fólki. Alls ekki. En í dag, eins og þú segir, maður sér Anthony Hopkins, hann er gretta sig að syngja eitthvað á Instagram, þá sjálfkrafa dettur niður mitt, þetta er rosalega áhuga, ég hef ekki hugsað svona, þá dettur þetta niður þessi glamur, þá verður Anthony Hopkins bara venjulegur. Bara manneska. Fyrir okkur. Eins og það á að vera.
Já, algjörlega, já, ég er svo alveg sammála því. Já. Ég bara sakna þess pínu þegar einhverju leikarar voru svona aðal dæmi í einhverju bíómynd og þessi dag verðist að vera rosa mikið bara brand. Það er Marvel, það er Já. Star Wars, Já. það er Harry Potter, stórar tölvugerða myndir, jú, það er alveg skemmtilegar, en finnst það eru meira áberandi, tölvert heldur en var í gamla daga. Já, ég held að það sé alveg, það er algjörlega þannig sko. En þú segir peningur fyrir bara það sem peningur er. Og við Það förum á er þessar myndir. Já, algjörlega og þess að segja og talandi það, þú veist, leynilöggan, ég veit mun hafa áhrif fyrir líka bara eins og aðra hérna í íslenskri kvikmyndagerð að því að þetta peningaflæði, það er þessi ótti í kringum það og ég held að fólk muni sjá bara, þú veist, fólk muni streyma á þessa mynd þú veist, ég bara veit það þannig að Ég elska hvað þú ert bara þú ert all in sko, alveg, gessulega. En þá ætla ég að spura þér líka, við erum Hollywood og svona glamun og detta niður svona. Værið þú mjög spennt fyrir því að vinna í einhver svona risamynd? Þú sést á gaman ævintýramyndum og svona. Já. Þú fær ekki að sé einhverja risamynd og þú kemur þar inn í eitthvað risastúdíó og það er green screen og það er eitthvað svona eins og svo óverðjumyndir oft eru. Já. Samt spennandi. Ógeðslega spennandi. Mér myndi finnast ótrúlega skemmtilegt að og þetta er allt bara svo challenging, þú veist, þetta er svo mikið fake og þetta er svo mikið bull í rauninni og svo allt í einu er þetta bara eitthvað mannski sem bara svíundur út í game eða eitthvað en einhver sem var bara einhverju grænu herbyggi. Þetta er svo skemmtilegt, það er svo gaman að þú veist, ná að leika þannig að þú veist, bara þú nærð að segja þessu sögu, þannig að mannskja sem horfir á það, hún bara upplifir það einhvern veginn í gegnum þig og ég er með hennan game sem ég þá þykir svona að fljúga gegnum inn í hausnum á mér, ég er að sjá hann, skilur. Þetta er bara svo ógeðslega skemmtileg vinna. Klárlega myndi ég vilja fá risatækifæri og eitthvað svona stórt dæmi. En þú veist, og kannski bara svona að því þá fæ ég meiri pening og bara fyrir börnin mín og en hvort sem ég segja einhverju skítugu setti segi, út í sveit, bara engin peningar, þú veist, ég að mixa matinn og sjá eitthvað í leikmyndinni og svo fara að leika, þú veist, bara svona alveg þar, þú veist, mér finnst það bara jafn skemmtilegt, jafn ef ekki skemmtilegra. Þannig að það myndi ekki hræða þig kannski að lappin í eitthvað herbyggi og þú hefur rosa lítið til að leika á mótirinn, þetta er bara eitthvað sem verið gert í tölvu seinna. Nei, þarna allir mér sko, nú hef ég bara svona smá reynsla þessu og hún var bara ógeðslega góð og ég vil bara meira. Ég er ekki hrædd við það sko. Mér finnst það bara ógeðslega spennandi. Já, þér finnst þetta spennandi? Já. En eins og leika á sviði, þú vant að leika og prófa það eitthvað. Ok, þarna er þetta að tala hlut sem ég hræðist smá. Já, ok, það þér finnst það vera alltaf öðruvísi. Sko, ég hef sagt í gegnum tíðina, leikarar á þjólunum, það eru alvöru leikarar. Á þess að gera lítið úr okkur hérna hinum minn sem eru bara fram á kameru. Það hræði mig smá. Þetta... Af hverju? Að því að ég held að sé bara þessi líkamlega vinna, ralleg vinna og líka kannski bara svolítið svona, ekki það getur alveg verið erfitt og mikla tarnir, þú veist, í kvikmyndagerunum og líka svona upp á heimilega að gera. En já, það er eitthvað sem hræði mig. Ég held að ég væri ekki jafn sterkur leikar á þjólunum allavega í dag eins og ég er fyrir fram á kameru og það er bara, þetta er allt undir tækni það er verið að nota allt annað dæmi ég fór í kvikmyndaskóla að því að mér langaði ekki að koma nálægt leikhúsi annars hefði ég bara farið í, þú veist, listaháskólann. Já, ég skil, þú varst alltaf búin að plana það að leika svona myndavel. Alveg, og svo jafnvel líka, þú veist, langar mér að prófa kannski, þú veist, mér unuruglega prófa einhvern tímann, ég hef áhuga á leikstýra og fara svona meir í kringu hlutina. Þú hefur ekkert mikið áhuga á leikhúsi bara í höfuð? Sérst að vinna í leikhúsi. Sko, við erum ekki drullu við leikhús. Nei, alls ekki. Ég held að ég er alls ekki líka, ég er ekki svo eina sem að held ég segja þetta, en mér líðst nú bara illa í leikhúsinu. Sem áhorfandi? Já. Já, þú meina það? Og nú er þetta bara, ég er kannski búin að vera bara óheppin í gegnum tíðan að fara einhverja sýningar sem að einhvern veginn, bara mér leiði svo leikarinn bara leið illa inn í sér og ég var bara, ég gat ekki að hugsa bara hvað er samt til mér snæri raun og vera að hugsa núna. Þú veist, skilur, ég bara svona ég veit það ekki, það var eitthvað svona óþægilegt við það og ég er samt lítið búin að fara í leikhús, ég auðvitað, þú veist, hef ég samt alveg sér sýningar sem voru bara skemmtilegar eitthvað, en yfir höfuð það var bara eitthvað svona óþægileg tilfinning kannski er þetta bara ómikil nánd og ég er ómikið að finna bara fyrir manneskjunni það er kannski eitthvað sem fyrir mig var bara eitthvað, eins mikið mér langar að leikara og gera græja að þá er þetta eitthvað sem ég hræðist
og ég segi litla sem maður hefur prófað, það var bara í kvikmyndaskólanum bara en við fengum smá reynslu að vera á sviði það var bara smá kurs og það bara búið við vorum aldrei að pæla í því meir að þetta var svo mikið bara rauninni þjálfun líka á þú veist, kameru, leikur á kameru, alls konar sem í gangi í kringu það, lýsingin, þú veist, hvernig ertu að akta hvernig, þú veist, þetta svo mikið að dítilum þar sem þú kannski alls ekki spáði hér Svo líka eitt í þessu, það er stór punktur, það er þegar leikur frá myndavél ef eitthvað klikkar þá getur við ekki tökur 2 Alltaf. En á sviði reyndar ekki alltaf því miður Þú fattar það hefur gerst og maður er bara ok og þá segir leikstjóri bara, nei, þetta er komið Já, þetta bara, þið komið áfram eða leikstjóri, það er meiri framlendi sem er bara áfram ok, þú veist bara, nei, þetta er komið þú veist, upplýsingarnar eru komnar þó þetta hafi verið hryllilega leikið en það er nefnilega málið, þú veist, þú þarft bara að vera sterkur leikari, auðvitað er búin að æfa og En samt þú veist, þetta er bara, eins og segi, mér finnst bara alvöru, þú veist, alvöru leikararnir eru á þjólunum við eru meiri feik hérna En eins og þú Nú veit ég sem ég myndur að gláða pínu fúlur ég var að segja þetta, en þetta er mitt álit pínu bara út frá mér bara, við erum talað þitt áhugasvið á leiklist að því svo er líka alveg til hinliðin, ég vil ekki leika í sjónvarpi ég vil ekki leika í bíói Örugglega. sem vil bara leika á sviði en þú lítur nú að þekkja alveg hellinga leikurum og svona og sem væntanlega leika líka í leikhúsi þú veist, enginn af þeim hefur náð eitthvað svona samfæra þegar jú, Vivian, þú verður að testa þetta er geggja Nei bara ekki sens bara þau gerir þetta gett vel nógu fólki að vinna þarna, ég ætla bara að einbytta mér af bíói Ok, ein spurning Hvort væri meira spennandi fyrir þig? Þú fengir að velja og peningun er svo sami, þú ert ekkert að pæla í því okay. Fengir bara sömu laun Þú fengir að vera stórt hlutverk í einhverja risa Hollywoodmynd það getur verið einhver óvöldsmynd eða eitthvað það er Indiana Jones 6 eða og þú væri ekki aðaldryggi, þú væri ekki svona númer 2-3, það er samt stórt hlutverk eða þú væri aðal hlutverkið í sjónvarpsseríu þetta væri hvort þau erlendis hvort er meira spennandi? Ok, nú fer hann algjörlega eftir hvað eru þættinir, hvað er ég að fara að leika hvað vilt það sé? Segjum svo að þetta væri bara bæði Indiana Jones nema eitthvað svona þannig konsept nema hérna ertu með blockbuster bíómynd skiluru og þú ert bara eitt af stærri hlutverkunum þó sett ekki aðal eða þú ert með þessa þætti sem að verða líka kannski stóru þættir á Netflix og þú ert þar í aðal og kannski 5 seríur já, bara þessuna, ég held ég myndi velja þættina svona upp á að vera bara líka sniðug þarna skiluru upp á bara vera þá með steady vinnu já, ég held að það, sko að ef við erum að tala nú er ég að tala líka bara bæði koncept sem er skemmtileg þetta eru bæði svipar heimar, sami peningur hérna er ein mynd, hérna er margir þættir og ég væri stærri hlutverki en ég fengi reyna að vinna meira, skilur þannig að, já, klárlega að því maður er stundum heyrt leikar tala þetta eru kostur og galla sem fylgja öllu og kosturum við einmitt að leika í sjónvarpsseríu ég tala ekki með þetta ef hún verið vinsæl er þá er þetta einmitt með steady vinnu en gallin kannski er sá að getur fest í þessum karakter já, getur fest í þessum karakter já, og þú ert bara að leika sama karakter, jújú, en karakter náttúrulega þróast eitthvað, þetta er sami karakter kannski 5, 6, 7 ár og þú ert alltaf bara að gera næst í það sama en í hinni, þá kannski leikur einhverju risamynd, ég veit ekki hvað, í 6 mánuði eða eitthvað svo kannski springur hún út og þá farið hlutverki í svona mynd og svo svona mynd Ég meina þú ert að spyrja leikonu sem er bara eitthvað no-name og komið með mitt fyrsta svona 5 minute of fame skilur eitthvað dæmi þannig að akkurat núna myndi ég klárlega velja þættina en ef ég væri bara, ég mætti bara velja auðvitað myndi ég bara fara hérna og ágræða þennan heim bara og njóta þess í einni bíómynd og svo áfram og gera eitthvað annað og áfram sko en nei, svarið í dag væri klárlega þættir Já, þegar maður sér um þetta leikar sem leikir svona þáttum þeir verða alveg risa stjörnur En finnst þér það spennandi líka? Mér finnst það spennandi líka og mér finnst líka ógeðslega gaman að sjá þessar risastóru stjörnur sem voru bara í einhverjum bíómyndum þegar maður var lítill komna yfir í þætti, þú veist En núna þetta þykir ekki aðstælt að leika í sjónvarpsþáttum Nei, alls ekki En í gamla daga þóttu það Já, er það? Já, þú veist að leiki í einhverjum 90s sjónvarpsþáttum Þá varst þú bara has-been Já, ég skil Bara eitthvað, en þetta er kvikmyndaleikari hvað hann að leika í sjónvarpsþáttum En í dag Já. Fólk er bara skiptast á leikur ykkur stórmynd, svo bara leikur alltaf í seríu Akkurat En auðvitað á að vera þannig, það getur henni tiltökum ál En í gamla daga þóttu það að vera alveg svona
Já, bara þegar þú segir að það er svona já, einmitt, en þú veist, þarna var ég örugglega aðeins svo lítil og ekkert meðviti það einhvern veginn. Nei, það er gaman að pæla í því að því maður sé svona þróun, sko. En það er mitt svolítið spennandi mitt, þegar þú ert í svona sjónvarpsþætti. Spennandi og stressandi. Leikur út karakter. Sjá bara svo Friends-karakterna. Eða þess að Friends-leikarna. Já. Þau eru svolítið föst. Ekki endilega þeim að kenna. Nei. En hann er bara Ross og hún er bara Rachel og hún er bara Phoebe. Já, þú veist, já og nei. Núna einhvern veginn, sko, þú veist, eins mikið. Ég held að þetta er svo mikið, sko, við náttúrulega bara, þau það brilljant og þetta konsept það brilljant og það brilljant þættir að þeir urðu bara svona fjölskyldumanns. Það er löndi, festist þetta bara fólk svo mikið svona og það er kannski líka, sko, eins og þættir voru meiri áður. Þú veist, það var bara svona, þú veist, núna segi ég bara, þú veist, þú komst heim til þín og fórst að hitta viniðina eða skilur fólki sem er bara fylgist með þessari fjölskyldu og hennar drama. Þetta verður allt annað. Ég held að, þú veist, og þættir alveg þannig í dag líka en ég held bara að þetta sé ekki jafn heilagt, veistu hvað við? Þannig að það myndi koma eitthvað svona eins og í dag, eins og eitthvað svona Friends þættir eða eitthvað, ég held þeir myndi kannski ekki festast jafn mikið, kannski, ég veit það ekki. Nei, ég held sér rétt sér. En þú veist, pældu svona í því hvað þau eru frábær, af því þau eru bara ennþá þetta fólk í rauninni, skilur hvað þau voru ógeðslega góðir leikarar, hvað eru ógeðslega góðir leikarar og hvað það var bara perfekt í sinni heild einhvern veginn. Þú veist, mann þykir bara vænt þau, skilur bara, þú veist. Já, en ef að þú sér þessa leikara í einhverjum bíómyndum, eða öðrum þáttum, vært alveg hreinskilin, hugsaðu þá gaman að sjá Rachel aftur. Eða hugsaðu, gaman sem Jennifer Aniston? Ég segi Jennifer Aniston. Þau eru búin að vera svona heppin eða dugleg, nú veit ég ekki hverju það að saga er, búin að koma mikið fram eftir þetta. Aniston er kannski slæmt dæmi. Já, þú veist, þetta meira svona, ef ég sé Lísu, þá er ég meira svona, en þú veist, samt ekki, ég veit það ekki. Þetta hlýtur samt að pínlega eftir leikara. Ég held að þetta sé kannski líka bara challenging. Ef ég var leikari sem að myndi festast í einhver svona, og ég held að það sé örugglega eitthvað sem að þau reyna að komast í, en ég myndi vilja reyna að fara í eitthvað sem myndi algjörlega bara brjóta niður allt sem heitir þessi karakter sem að ég var einhvern tímann þarna. Bara eitthvað sem er bara allt annar heimur. Þú veist, ég myndi breyta útlitinu mínu, bara eins mikið og ég gæti. Ég myndi bara reyna að stíga í burtu frá þessu og reyna að gera ykkur skil, eins skýr og ég gæti. Kannski eins og að þú leggst rosa fyndin karakter að fara bara eitthvað hardcore drama. Já, bara ég var fyndin brúnhærð kona einhver staðar, þá ætla ég bara að vera einhver, þú veist, allt önnur vond manneskja með hvítt stutthár. Eða skilur bara, bara algjörlega, sko, klippa á naflastrengin, bara svona alveg. En svo er líka önnur pæling í þessu. Þó að þú sitt alveg bara svona, ég vil gera þetta svona. Er stúdíóin og umbóðsmenninir og allt þetta lið, er það að fara innan gæsalappa leyfa það? Er það ekki bara að segja, nei, herðu, hlustaðu bara á mig, þú ert svo góð sem þessi grín karakter, ekki klippa þess stutt, það er hræðilegt fyrir fyrirlega. Sko, þarna náttúrulega, ef þú færði eitthvað hlutverk, þá náttúrulega ræður ekkert það. Ég segi bara, ég myndi vilja reyna að sækja sem mikið ég gæti í svona hlutverk. En svo náttúrulega, eins og segi, peningarnir tala sínu máli oft, þú ert búin að meika það hér og ert frábær hér, þá oft er það bara eitthvað sem að þú veist, og þú færð þínar tekjur færð það bara þannig og þetta verður svona meiri bara, það flæði fer bara þangað, skilur. Ég get rétt svo ímynda mér að þetta sé örugglega búið erfitt og þú hefur ekkert fullkomna stjórn. Þannig að eins og fyrir svona fólk sem fest í þessu. En mér finnst það áhugavert að hugsa um svona typecast leikara sem festast í ákveðnum hlutum, eitthvað sem leikur alltaf vondakallinn, eitthvað sem leikur alltaf fyndna aðstofmanninn, eitthvað. Ég sá mjög áhugavert viðtal við Edward Norton. Já. Hann lék á sínum tíma í Primal Fear sem var svona lögfræði, Nei, ég sá hann ekki. Með Richard Gere. Ég sá hann ekki. Hann vakti athygli, Norton var í svona aukuröfturki og það var svona myndið sem gerði hann að svona eitthvað nafni. Og hann sagði að eftir þá mynd, það var svona lögfræði drama. Eftir þá mynd, þá fekk hann endalaust þannig handritum. Já. Bara alltaf sama. En hann vildi gera mynd sem heitir American History X. Ég veit að þú sást hana. Jú, ég sá hana nú. Já, rosa mynd. Þar sem hann leikur bara hardcore rasista, nýnasista, hann með hakakrossin tattúan á sig, hann með skegg, white trash. Já, var massaður, sköllótt og allur bakkinn. Og hann sagði, mér langar svo að gera þessa mynd. Og það var eitthvað vinur sem sagði, eitthvað leikaravinur, hann sagði, ef þú gerir þessa mynd, gerðu þessa mynd frekar, American History X, heldur allt þetta lögfræðið út. Af því ef þú gerir hana, þá munur ekki vita hvað er að gera við þig. Já, nákvæmlega. Mér finnst það geða ykkur punktur. Af því svo fann hann leikar og svo fjölbreytt hlutverk. Já, ég hef svolítið verið að pæla náttúrulega í þessu, að því að þú veist, eins og ég segi,
auðvitað finnur strax fyrir því, þú veist, þú hefur eitthvað ákveður lúk og eitthvað og við erum svo einhvern veginn, þú veist, við erum svo heilaþvegin, þú veist, það liggur bara einhverjum eitthvað útlit eins og ég, svona pínu bitsi útlit, það bara strax bara mann strax bara hólfað niður einhverja karaktera, ósærátt. Það sem að ég að vonast til núna að því að sko, maður komið svona smá line-up af bíómyndum, núna mín, þú veist, eftir 10 ára bara vinnu, mín uppskera að koma svolítið og bara svolítið að byrja á leynilökunni. Geggjað. Það bara geggjað. Þannig að ég að vonast til þess að í þessum bíómyndum sem að koma að ég ná að sýna mismunandi karaktera og ég búin að því að þetta alveg auðvitað eitthvað sem maður hugsa þú veist, ég náttúrulega bara, ég söluvara og vil ég bara alltaf vera sama varan, auðvitað ekki, auðvitað vil ég bara geta verið, þú veist, verið hérna, hvað heitir þetta bara já, bara með hérna ég alveg bara ég bara gæstalast á, bara vera fjölhæf segja það, hvað það var erfæðing en hérna ég bara leika fjölbreytta karaktera, ekki alltaf sami algjörlega og líka bara, þú veist, við kynum það alveg, ég sko ekkert eitthvað endilega sterkur karakterleikiri, það karakterleikiri í þeim skilning að vera, þú veist, Jim Carrey eitthvað, leika alls konar karaktera, geta allt í henni verið, þú veist, bara segjum bara fölluð þeir verið að vera eitthvað, þú veist, eða svona alls konar þannig það reyndar eitthvað sem að ég alltaf að reyna að gera meira og meira af að vinna í en hérna ég alveg mjög góð í því samt einhvern veginn að vera svona þetta kamiljón sko, þannig að og ég svo fegin þegar maður að vinna með fólki sem að bara leið maður komin að búning, lúk og eitthvað, þú veist, það bara breytist eitthvað í manni og ég búin að leika svo rosalega mismunandi karaktera, mismunandi heima, þannig að ég að vonast til þess að fólk sjáu svolítið pínu einhvers konar fjölbreytileika eða þú veist, pínu, það fjölbreytileiki ég vona hann skíni bara svolítið vel í gegn. Já, líka bara på þína framtíð sem leikari að þú getur þá valið eftir sem þú fær meiri reynslu og fleiri hlutverk að þá fær einhver handrit og kannski eitt grínmynd, svo drammynd, svo hryllismynd. Það auðvitað draumurinn. Það klárlega draumurinn og einmitt, þú veist, að leika einhverju gríni, leynlökan það sem ég komið svona næst í, svona alveg svona gríni, þó að sé líka í eitt helst. Já, það kannski aðeins öðruvísi. Það aðeins öðruvísi, en ég, þú veist, ég fer inn að bransa að byrja með, þá langar mér bara að gera grín. Annarkar bara hrollvekja grín, ekkert annað. Já, það var hryllismynd eða grínmynd? Já, ég bara vildi helst bara verið þessu. Þetta bara, og helst líka náttúrulega ef að hryllingsmyndin væri líka grínmynd á sama tíma. Þú veist, eins og ég segi, sem ég elska. En þú var ég að spyrja það, með hryllismynd, þú talar bara hvað, já, ég var til að hryllismynd. Sástu það fyrir þér eitthvað svona hlutverk, þú veist allir í blóði og eitthvað svoleiðis? Já, algjörlega. Það samt spennandi? Já, það svo geða gaman. Það ekki bara... Það svo gaman að búa til alls konar. En verður ekki hári klístrað og alls konar drass? Jú, óþólandi, það er samt ógeðslega gaman. Já, ég segi, þú veist, þetta eru myndir bara sem að kannski, þú veist, standa svona, og sérstaklega því ég stíg inn í þetta, þá það sem svona hæðst þarna uppi. Því kannski sem ég að horfa á eitthvað sem að þú veist, að gefa mér eitthvað og þarna erum við að tala um, þú veist, við erum að tala um sko spennu og ótta, hræðslu, þú veist, bara hræðsla versus hlátur, þú veist, þetta svo sterkar tilfinningar, þannig að ég úrslega, og ég svo mikið bara svona annarkvæmt alltaf ekkert, ég held að þetta sé, og þess vegna var ég svo mikið þannig og það ennþá sko, svona þarna á þessum stað sko. Þetta ekki alveg svart og hvít? Já. Já, þú veist, já, algjörlega, en svo beautiful þetta saminast. Já, þú getur blandað þessu saman. Já, það best. Splattir myndir oftast grín líka í þessu, en þú getur verið með svaka hryllismynd sem mjög erfið, átakanleg, scary. Algjörlega. Versus bara eitthvað dömmur, eitthvað, allt annað. Já. En þegar þú hugsaður bara, já, hryllismynd, ég verði leikir hryllismynd. Sástu það fyrir þér að þú eru það morðinginn eða fórnarlamb? Skilur hvað við? Já, ég held að ég hef yfirleitt, þess að segja, maður hefur vondikallar eru alltaf meira spennandi. Ég var alveg til að einhvern tímann prófa að leika eitthvað sem að bara þú morðu maski. Já, bara einhvern brjálaðing eða eitthvað monster eða eitthvað sem að bara mun, þú veist, einhver krakki sem sér það, hann mun ekki sofa næstu 10 árin, ég var geðveitt til í það, sko. Ég var geðveitt til í það, sko. Einn félag minn, hann sagði það að draumur hans, hann er mikill hrollvekju aðdáandi, draumur hans væri að fara á mynd í bíó sem fær fólk til þess að æla og hlaup út í salnum. Var þetta leikið þenni mynd? Nei, því þá ertu komin yfir í annað, sko. Og þá erum við komin út í hluti sem að í rauninni ekki lengur leikur. Og í rauninni... Já, þú meina að þú vilt ekki að fólki líði alvörinu svona illa.
þú veist, ekki alvörunni, nei, alls ekki. Þú veist, ég að tala hryllingsmyndir sem eru, þú veist, þetta eru, þú veist, og jafnvel líka bara sem eru alveg alvöru gefnar hryllingsmyndir, skiluru, og allt það. En þegar maður komin út í það að virkilega þetta eru viðbröðin, að fólk bara hleypur út, þú veist, ég náttúrulega var í kvikmyndaskólanum, þú veist, við fengum að sjá ýmislegt. Og bara svona í gegnum tíðina, þegar bíó hefur þessi áhrif, þá það af því að oft þetta ekki, þú veist, þetta kannski leikurinn, þetta á sko leikurinn það realískur og það verið að vinna með aðstæður og það í rauninni að vera að gera eitthvað sem að stíga yfir línur. Það að segja siðferðislega línur jafnvel, skiluru. Og alls konar svona dót. Og þannig eru líka bara komin út í eitthvað sem bara svo sárt. Þannig eru kannski að tala bara barnaníð og þegar börn eru tekin einhvern veginn ógeðslega á þeim og svona, þú veist, þá ertu komið þessar tilfinningar, að fólk bara ælir og hleypur út eða skilur, að þú myndi aldrei gera það hræðilega hrollvekju, sama hversu ógeðslega draugurinn að vondikallin eða whatever, það myndi enginn æla og hleypa út, ekki nema að sé bara lítill, skilur, og þá hann heldur ekki að vera eins og bíósal. Nei, alls ekki, Þannig að, þú veist, bara svona mín reynsla bíó, þá er þessi skauðin sem þú tala þá er hann komin þangað, sko. Og ég efast að hann virkilega myndi vilja gera svoleiðis bíó. Jú, hann klikkaður. Já, ok. En þess að segja, bara bring it þá, við þurfum meira flóru. En eins og með það til dæmis líka, eins og í dag, við erum búin að sjá svo svakalega mikið af bíómyndum. Já. Það er búin að gera næstu allt og ég að tala innan löglegra marka, ég ekki að tala einhverja alvöru snöffmyndi eða eitthvað. En heldur þess að gera svona mynd í dag? Hvað segirðu? Heldur þú að þetta gera svona mynd í dag, 2021? Að því maður heyrði, ég hef nefnt þetta ofta áður, maður heyrði sögur, las sögur þegar Exorcist var sýnd, 73, fólk bara að hljópa út úr salnum og þetta var svo ógeðslegt og þetta var svo svakalegt. Ég skil alveg þeim tíma. Þeim tíma, já. En þann dag í dag er það alveg mjög áhrifari hryllingsmynd. En heldur þú í dag, við erum með internetið, fólk að sjá allan fjandann, heldur það sé hægt að búa til svona mynd í dag? Ég held það sé hægt. Ég held við séum svona vön þessu bíómyndaformi, þannig eins og segja, við erum ekki að fara hérna yfir striki og fara yfir eitthvað alvöru viðbjóðs eins og snöff og eitthvað svona ógeð. Nei, það telst náttúrulega ekki með, það er bara ógeðslegt. Nei, algjörlega, þú veist, þó væri leiki og væri bara mynd það og eitthvað, þá samt bara en skiluru, í dag, kannski svolítið erfitt, en í framtíðinni eins og segjum svo bara eins og ég var að segja áðan, þú ferði bíó og þú ert samt bara einn í einhver svona hermi, hvað heitir þetta aftur? Virtual reality, nákvæmlega. Þarna kannski erum við að fara að uppgöta svona sem skilur manneskjur aftur eitthvað sem við erum bara, oh my god, þetta verður yfirþyrmandi og við erum bara, þú veist, þú veist, það líður yfir fólk og það er bara með eitthvað gleru á sér og er bara, þú veist, bara inn í einhverjum ógeðslegum hryllingsheim, en svo líða einhver 50 ár og þá verður hlegja því bara guð þegar fólk bara höndla þetta ekki og bara, þú veist, að þetta var real fyrir þeim. Já, við eigum það kannski svolítið eftir. Vá, þetta enda rosa góð punkt af því ég hef sjálfur í ásuna virtual reality gleru og ég get ekki spila hryllingsleik í þannig græði, sko. Já, vá, ég trúi því. Það er rosalega erfitt með að spila svona skeri töluleiki, bara í PlayStation og samt það er bara sjónvarp, ég get hort, ég get farið á heimi, en þú ert með þessi gleru, þetta er alltaf 360 og þú ert bara inn í einhverja herbyggja, einhverja ógeði, þannig að þetta er mjög góð punktur að það myndi búið til einhverja áhrifaríka hryllingsmynd sem væri, ég myndi gæsóð, ok, ég myndi ekki vilja það. Ok, það er kannski eftir. Við eigum það kannski eftir. Við erum svo mikið, þetta form er svo ungt og það er að þróa svo hratt og líka eins og segja með öllu sem er að koma inn í þetta, eins og segja bara fólk er með síma, það er alveg orðið hluti af þessu, svolítið. Þannig að, já, sjáum hvað gerist bara. Djöfull var ég samt til í þetta. Djöfull væri ég til í að upplifa það. Sem áhorfandi? Sem áhorfandi. Fara inn í eitthvað svona heim og bara, þú veist, það var svo upplifun. Já, þú veist, ok, það væri gaman að hafa það á sög að segja kannski. Já, góð saga. Já, góð saga. Bara ég ældi af of mikilli bíóupplifun, bara, shit. Hún er of skerismynd og ógeðslega, ég bara ældi. Já. Það væri hrikalegt. Herru, förum að slúta þessu, Vivian, þetta er búin að hrikalega skemmtilegt. Já, svo vá, mér ást ótrúlega gaman að koma. Það ekki? Jú. Svona í lokin. Já. Leinlögan, þegar þess aftur kemur út 12. október, þá er hún komin í bíó, við að sjálfsögum mælum að fólk færi sambjón og kíkja á hana. Að sjálfsögðu. Það er svo þú búin að lýsa henni, þetta hljómar er svo algjört bíó. Það bara alla leið. Þannig að komdu með eitthvað svona, bera lokin, eitthvað setningu sem er að fara að selja fólki það að fara á þessa myndi bíó. Akkurat núna er þetta bara ein besta íslenska bíómynd. Þetta er besta íslenska bíómynd að mínu mati akkurat núna. Punktur. Endum á því. Takk hjá að koma. Takk.